móti. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og við getum speglað okkur í viðkomandi sem víst mjög hollt fyrir sólina. Og hingað komin Anna Rún Tryggvadóttir, myndlistarmaður. Ég skrifaði hérna myndlistarkona. Skiptum skoðun þegar ég var að þetta. Þér bara, þú gerir það sem þú vilt. Já, þú ert hvort ekki. Já. Herðu, takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, þú ert nýkomin hérna frá Þýskalandi, ekki? Jú. Það sem varst að setja upp svolítið stóra sýningu. Já, ég var að setja upp stóra sýningu í safni í norður Þýskalandi. Dvaldi þar í sumar og setti upp sýningu sem að ber heitið Hald og er sem sagt á jarðhæð safnsins sem að stendur á náttúruverndarsvæði í norður Þýskalandi og heitir Till Richter Museum. Og já, ég bara er ennþá volg þaðan, er þetta að segja sko. Ég skoðaði bara myndir af þessu. Já, einmitt. En ég veit ekki alveg hvort að maður fái eitthvað svona einsinn inn í myndlistarsýningu með að skoða myndir af henni. Það er rosalega tvíbent og flókið. Þessu var svona íkt stærðarhlutvöll og svona og það náttúrulega þurrkast út í myndinni eiginlega. Já, það er alveg, sko, svo erum við náttúrulega bara mislæs á að greina slíkt í myndefni. En já, það er ótrúlega, getur verið mjög snúið að miðla sýningu í myndum, það er bara eilífur hausverkur. En já, ég á nú eftir að líka bara birta fleiri myndir og betri myndir af þessu. Ég er ekki komið alveg að, ég er ekki búin að því en það kemur að því. En hvað er þessi sýning? Sko, þessi sýning er svona bara hún er nokkrir þræðir. Hún er bæði, er ég að vinna þar alveg ný verk sem eru svona bara eiginlega svolítið svona nýr farvegur fyrir mig til þess að miðla mér sem myndlistarmaður. En ég er svo, ég var svo þakklátt fyrir það að fá þetta tækifæri til þess að sýna á svona stóru safni. Þetta er öll jarðhæðin á safninu, þetta eru mörg 100 fermetrar og 9 salir, þannig að ég gat nýtt þær aðstæður til þess að sko setja þessi nýju verk í samhengi við eldri verk sem eru svolítið öðruvísi og þú veist, mér finnst allavega vera eitthvað svona nýskref í gangi og ég vera eitthvað að taka einhverja svona pínu ögrun áhættu með þessum nýju verkum, en sem að örugglega engum öðrum finnst og það er nú bara önnur saga. En ég sem sagt er að ég set saman hann bara svona stofnverk úr minni sögu, úr mínum myndlistapraxisi með þessum nýju verkum. Sýningin heitir Hald og þegar ég var að... Sem er íslenska orðið Hald. Ég notaði íslenska orðið Hald því að ég bara var ekki ánægð með þýðingarnar yfir á þýsku sem að þeir skeita alltaf sko svona, það þurfti að skeita svo miklu við til þess að láta það standa og Hald er bara ótrúlega fallegt orð sem er í grunnurinn í sko haldi á þýsku líka, áfgehaldn eða áfgehaldn. Það er bara, þú veist, það er alltaf hald í orðinu. Þannig að þetta þýddist rosalega vel. Og fólk skildi þetta. Og ég ætli, sko, grunnurinn á bak við það orð og að velja það sem titil er er viðleitni til þess að hugsa það á hverju við höldum, hvernig við höldum á því sem við höldum og hverju við sleppum tökum af eða veljum að halda ekki á. Þannig að þetta er einhvers konar vísan í bara það að upplifa sig örugga í lífinu eða óörugga í lífinu og þú veist, og þetta er náttúrulega bara á mjög svona ljóðrænan hátt, einhvers konar leit viðleitni til þess að fjalla einhvers konar stöðu sem mér finnst birtast mér í heiminum og í mér sjálfri. Er þetta svona einkalegt eina mannesku, eina sál? Eða er þetta mannskepnuna? Ég held að
það hvernig við nærum hugmyndir það að halda á því sem okkur kært og hvernig við nærum það að kunna að leyfa umhverju okkar að halda á okkur bæði mjög prívat og mjög almennt. Það speglast út í hið almenna. Þannig að þetta eiginlega bæði og auðvitað, þú veist, ég bara að miðla út frá mér sem einstakling með mína reynslu og reynsluheim en þetta sannarlega, sko, ég að horfa til þess sem að mér finnst vera, þess sem að gerast í heiminum, bara almennt og hvernig nálin að hreyfast svo hratt í því hvað í samfélagslegum viðmiðum alls konar hluti, málfrelsi, það hvernig við leyfum okkur að tala hvert annað við hvert annað eða leyfum öðrum ekki að tala eða okkur sjálfum jafnvel. Hvernig við leyfum heiminum að halda á okkur, var það þessum? Já, ég sagði það. Ég spyr alltaf þegar ég að tala æskuna, hvort að fólk hafi upplifað að vera velkomið og elskað. Já. En þetta tengt því. Sannarlega. Hvernig maður í heiminum. Og stundum getur það verið okkur að kenna að við pössum ekki. Já. Eða fyttum ekki, eða erum í andstöðu og veljum okkur orustur sem við ættum ekki að heyja og allt þess. En stundum það heimurinn sem að ekki alltaf okkur að kenna eða eitthvað. Nei, einmitt, ég meina, við getum borið ábyrgð á ýmsu. Við verðum íkomin út í nýfrjálsíkir, ég verð að spyrja bara svolítið, það ekki alltaf okkur að kenna. Já, nei. Heimurinn hafnar okkur, eða tekur ekki við okkur. Það ekkert algilt, þarna ertu að blanda saman mjög almennu og hinu prívat og það náttúrulega svo erfitt að því að þú veist, saga staksins á alltaf rétt á sér og í samhengi, en svo það bara hvernig þú veist, hún stuðlar að og fellur inn í eða nærir stærra mengi sem það ólík ferðalög staksins og hins almenna en samt nátengd og byggja ákvæmst öðru. Stakið býr í hinum heiminum líka. Já. Svo sannarlega. Og það ólíkt hvernig sá heimur aktar og hegðar sér og sveiflast, hvernig stakið fer á öldunum. Akkurat. Það var ekki kalla næstu teikning eða ekki? Gríðarlega stór teikning af hönd. Já, einmitt. Margir metrar eða ekki? 10 metra langt verk af hendi sem að kemur frá loftinu eða svona hátt upp á vegg og breiður úr sér út í rýmið og svona í þessari stellingu eins og hún sé að fara að grípa eitthvað og nálægt þessu verki svo eldra verk, þetta nýtt verk og nálægt þessu verki eldra verk þar sem að mjög stór steinn sem að situr í eða sokkin ofan í svona alveg bleikan, ótrúlega fallega bleikan svamp. Þannig að það svo svampurinn sé annarkort svona rúm eða að gleypa steinin og þetta unit, þetta svona skúlptúreining sem metir á lengd og svona 80 cm hæð og þetta róterar, þetta skúlptúr á mótor sem róterar svona mjög, mjög hægt í rýminu. Og það verk sem á sér sögu frá sýningu frá 2020 og tengist inn í bara, þú veist, alls konar hugmyndir sem ég var að vinna með á þeim tíma. Þannig að þetta þessi höndin þarna að með þetta tilboð, hún með þetta tilboð að grípa eitthvað, og það náttúrulega þeim stilt saman og ég hef náttúrulega verið að vinna svona það sem ég kem úr og kannski mitt bakbein sem myndlistar hugsuður í myndlist hefur verið að vinna með tengsl og þó eiginlega meira tengslaleysi manneskjunnar og hins náttúrulega heims og aðskilnaðar hefðina sem við höfum kultiverað í þeim efnum og það náttúrulega kannski einhver leyti það sem að breytast fyrir mig sem myndlistamenn í dag. Fókusin minn svona að róterast aftur á manneskjuna í rauninni. Frá náttúrunni? Já.
Já, bara ekki frá henni heldur bara ljósið bara að varpast sko þangað núna með og þannig að það þetta eru svona heimar sem í rauninni standa fyrir kannski hugsunum sem að vísa í svolítið ólíkar áttir þannig í þessu rými og hendin sem að bjóðast til að grípa, hún sko stærri, hún gæti gripið mig. Hún nógu stór til þess að ég gæti verið gripin af henni. En steinninn sem að sökkva ofan í bleika svampinn sem svona loftkend fróða eitthvað liti. Steinninn náttúrulega þungur og harður. Já. Hvað, ef við höldum aðeins áhrifum þetta, getur þú útskýrt það verk aðeins? Já, það verk frá sýningu sem ég var með þegar ég var í vinnustofudvöl í Kunstlerhaus Betanien í Berlín fyrir 5 ára síðan. Það verk, það steinninn, þá fann ég steina sem að það mjög mikilvægt fyrir mig sem myndlistarmaður þegar ég að starfa að ég ekki að handpikka út frá mínum fagurfræðilegu dómum þá hluti sem að koma inn í verkin hjá mér. Þetta steinn sem að á þýsku kallast því fallega nafni Findlinge eða hvað segir við bara fundin hlutur. Í norður Þýskalandi liggja svona granítsteinar í yfirborði jarðarinnar vegna þess að þeir fluttust á ísöld frá Norður-Evrópu, núverandi Skandinavíu með jöklinum og liggja í yfirborðinu og eru þar alveg bara mikið vandamál fyrir bændur á svæðinu sem að fjarlæga þá og fara með og sérstaklega svona hauga fyrir þessa Findlinge. Og þetta bleikur steinn þannig, þetta bleikt granít frá núverandi Skandinavíu sem að ég fekk bara gefins á einum svona ruslahaug og flutt hann með mér inn í sýningu sem að hét... En sagði ekki að vera svartur steinn á hann? Nei. Ég sá fyrir mér svartur steinn. Já, það? Nei, þetta sko svona rústbleikur, rústbleikur, jarðleirsbleikur steinn í bleikum svampi. Og þeir eru bara svona, þetta rosalega mikil nánd á milli þessara tveggja efna og svampurinn náttúrulega fyrrverandi jarðefni sem búið umbreyta í gegnum, þetta náttúrulega sko plast, bara pólimer, fróða sem að búin til úr olju í rauninni, eins og allt annað plast. Öll efni sem við notum hér í kringum okkur alls, þetta allt efni sem að skilja eftir sig negatív rými, einhvers staðar ofan í jarðskorpuna því að við erum búin að umbreyta þeim í eitthvað og setja þau ofan í okkar umhverfi upp. Og þannig að þetta þessi 2 efni sem að bara svona eru í þessari miklu nánd og bara þessi svampur sem efni sem að mjög, flókið af því að við kunnum ekki ennþá að brjóta niður plast á hátt sem að veldur ekki meiri skaða heldur en ágóða og þetta náttúrulega þetta eilífðar vandamál okkar að vera alltaf að finna nýjar og nýjar leiðir til þess að búa til meiri og meiri vanda í rauninni sem við kunnum ekki lausnirnar á. Þannig að þetta var eitthvað svona tilraun til þess að snúa upp á þetta samband hins náttúrulega og hins manngerða og samband sem í svona sögulegu samhengi. Við höfum alltaf haldið mjög svona aðskildu bara, við tölum náttúruna og svo tölum við manneskjuna eins og þetta sé ekki eitt og því sama. Þannig allt það sem við gerum og búum til orðið þá að einhverju híbriti sem að til hvorugu kannski og steinninn þarna bara sökk onni í þetta mjúka efni sem sama efni og ég sefi á nóttunni. Þetta bara efni sem ég hvíli í og hvílir hér á stólunum og við bara nýtum mjög mikið. Þannig að við hvílum svo mikið í þetta rosalegur ágóði sem þetta býður okkur upp á en þetta líka flókið samband, mjög flókið samband sem við eigum við efnisheiminn. Og ég horfi á efnislíkama sem sko bara, ég spurði hérna út í þessar gardínur og það alltaf þess þegar ég horfi á samstöðuna þá horfi ég á þessar gardínur, ég tek efni inn sem upplýsingar.
Þær eru fyrir mig bara, þú veist, ég horfi á þig og svo horfi ég á gardínuna og þetta er bara svona bæði. Hvað segja þessar gardínur? Ég meina mér finnst þetta bara mjög, ég skil vel sko bara litavalið hér í tengslum við eitthvað pólitísku afstöðu þetta er alveg rosalega, þetta er sko bara eins og svona leikamynd sem að bara, þú veist, maður situr hérna inn í. Þetta er David Lynch. Já, ég meina það vantar ekki mikið upp á að geta, þú veist, ef þú myndir gera köflótt borð hérna, svart og hvítt, þá væri við bara komin í David Lynch, alveg. Akkurat. En þú varst að lýsa þarna, en hver er steinnin í þessu verki? Þú segir ég hvíl í svona, það er svo sem segir steinin. Nei, steinin er bara steinin. Og það er líka þjóðverðinir hefur að horta á það að það væri eitthvað sem að Ísafjarðarjökullinn bar hingað söðrætti til okkar úr norðurinu, svona þú. Já, sko, sem, þú veist, náttúrulega þegar þetta er eiga sér stað, þá er bara ekki byggð hér á þessu bóli, frekar en í Skandinavíu, þannig að það er þarna ákveðin tímarof eða tímaás sem við tilurum ekki, en já, ég meina, þú veist, auðvitað, ég hef náttúrulega unnið talsvert mikið með hugmyndur norður líka í gegnum vinnum mína með segulsvið jarðarinnar og rannsaka það, ég er mjög með þess það rosalega áhugavert það er mjög áhugavert sko þessi viðleitni til þess að búa til fasta þekkingu úr einhverju sem er ekki fast heldur bara á snarlshreyfingu eins og náttúrulega allt, þú veist, þannig ég er svo mikið alltaf að hugsa miðlun á því bara hvernig, þú veist, tími er hreyfiafl, efni er á hreyfingu, við erum ekki fast form, ekkert sem við treystum á er fasti. Það er það bara ekki. Við lifum í síkvökkum heimi. Já. En ég haldi að horfa að reyna að skilja. Já. Hendin, þú er búin að skýra hana og þú segir mér þess að hún sé tilbúin að grípa og það er þetta gamla verk sem að hreyfist. Og þú er búin að lýsa því að maður gæti haldið að bleiki svampurinn væri svona eins og hreiður eða skjól en þú lýsir því að það sé sömunutu umbreytt og það sé svona ógn í því og eitthvað lera. Hvað er steinnin? Sko, verkið, það er nú það fallega, sko, þetta verk heitir Bedrock, eða sem sagt bara, sem þýðir, á enska heitið á Rúm fyrir steina, jarðskorpan. En ekki þess sem hann var sóttur, þannig var hann út á akri sem er svona mjúkur. Já, en hann lá náttúrulega í, en það var... Hann fekk ekki verða þar. Hann fekk ekki verða þar, akkurat. Þannig ég er búin að búa til nýtt rúm fyrir hann, akkurat. En hver er hann? Hann er náttúrulega svo sannarlega birtingamynd á hreyfingu, jarðskorpunar og hreyfingu efnis, sko hvernig efni hreyfa önnur efni, þú veist, ég tala alltaf og segi frá því að á ísaldartíma hafi hann hreyfst með jöklinum þessa 1000 kilometra. Hann er að merkja það að það sé miklu meiri hreyfing heldur við getum ímynd okkur. Já, en svo... Þessi steinn ferðast marga kilometra. Já, svo einmitt, en svo, já, akkurat, en svo eru steinar líka einhvern veginn fastasta form sem að við getum, þú veist, ef við notum sko, orðið steinn merkir þyngsl, merkir stöðugleika, merkir stöðnun, þú veist, en steinur... Ég fann eitthvað skalið eins og ef að vera með að hugsa eins og egóið okkar og svona þá og sjáum fyrir okkur stein, eitthvað sem er hart og ósvægjanlegt. Einmitt. Þetta er svo ósangjant, hvað þessum er? Steinunum? Já. Þeir hafa ekki feikið, þeir hafa ekki dreigið hérna, góð spil. Já, ég meina, þeir fá ekki rönd við reist í þessum máli. Þeir fá ekki sem að vera með í tarrótt, ég held að segja. Ég þekki ekki svo sem. Já, einmitt, þú segir nokkuð. Við reyndar hérna, við sjáum lífi í steinunum. Við sjáum álfaborgir og flera. Það má nú segja. Við erum vestnæði við steinana. Já. Og það en steinnin svona sem tákn, hann er oft svona eitthvað sem er sekkur, eitthvað sem er djúpt, eitthvað sem hefur litla aðlögunarhæfni. Steinnin hefur það ekki? Nei, það er ekki rétt hjá þér. Guð minn, sko, steinnin er alltaf bara þú veist, ef þú zoomar út og hugsar á öðrum tímaskala heldur en okkar mannlega, okkar 90 ára. Ég veit, en sko aðlögunarhæfni, þú veist, jarðlögin eru
í bara stanslausri hreyfingu, þú veist, það er ekki hægt að segja að þau eru bara ekki á hreyfingu á tíma ás sem að við höfum aðgengjað að öðru leiti en náttúrulega núna í þessari til dæmis eldgosarhinu hér á landinu, en þetta náttúrulega ekki Jesús einhvers staðar látið að dauðu grafa en að dauðu, hafnar því að við höfum eitthvað að hugsa handan líf og annað slíkt. Hann geti sagt í þessu tilfelli, látum bara steinana búa til sína heimspeki. Þú veist, það er bara fyrir utan okkar getu á því að sko flétta það inn að skilja bergið og þar með skilja okkur eða hvað? Ég held að, ég veit ekki með okkur, en að minnsta kosti bara hverju við tilheyrum. Og það að skilja, það að, þú veist, við náttúrulega, það er í öðrum og sérstaklega í svona frumbyggja menningarheimum er sko tilfinning fyrir tíma eins og ég náttúrulega ekki að hljóma eins og ég sé ykkur sérfræðingur í þessum efnum, en þú veist, maður hefur náttúrulega bara einhvern skilninga og lesi, þú veist, að það að heiðra það hverju við tilheyrum, þú veist, kynslóðir aftur í tíman og kynslóðir fram í tíman, sem að við höfum bara sagt svolítið skili við í bara auðvitað kannski þeim, þú veist, við erum ekki, þess vegna er hnattræn hlýnun þetta stóra vandamál. Já, það er bara við, sko, fólk í Afríku eða í Kína og í engu vandræð með þetta sem þú ert að lýsa. Það upplifa sig sem hluta af einhverju svona flóði kynslóðana og að maður verði að virða forföðu sína. Já. Og það sem að þau koma með til þess að geta fleitt, annars, hver ætlar að fleita til bandana þína? Akkurat, og þetta er náttúrulega Andri Snær hefur talað um þetta, hann byrjar bókina sína Tíminn og vatnið á því að tengja sig aftur þau ár sem að, sko, aftur kynslóð sem hann hefur beinafskipti af og mun geta haft beinafskipti af í sínu lífi, sko. Þannig að það er og þetta er eitthvað sem við þurfum þetta, þá getur maður líka skynjað fólk sem maður man ekki eftir, sko. Já, einmitt, algjörlega. Ein amma mín er mjög lifandi í mínu lífi en ég man ekki eftir henni, sko. En hún bara, mamma færði með hana. Vá, einmitt, það er akkurat, sko. Og þetta er kúltúr sem við þurfum að næra og kúltivera, af því þetta veitur okkur, þetta er bara mjög mikilvægur skilningur á hringrásaferli lífsins. Sem að ef við gleymum því og erum bara einhver stök hér þar sem að ótengt fortíðinni eða framtíðinni sem eru þetta bara barnabörnin og barnabörnin okkar framtíðar við. Við þurfum að gæta að heiminum fyrir þá arfleið sem við byggjum á og þá arfleið sem við erum partur af. Það er heldi sem er til í að grípa. Já. Eldraverk sem er núna komið á hreyfingu, þar sem er hinn síkviki steinn, hvílir í að sömuleyti svona manngerðu hreyðri sem heldur utan það. Og á meðan hann er kannski öfugt sem að maður geti haldið kannski fyrst í endursögn, að hann væri þunginn og eitthvað fleira, að þá er eiginlega meiri saga á baku þetta bleika hreyður. Þar er meiri háski og þar er meira rof. Já, einmitt. Því að þú sett sofa í þessu efni og þá er maður, þegar maður sefur í rúminu, þá er maður svolítið sem maður sé gripinn. Já. Og það er maður sé á svona örugur stað. Það er einhver háski í þessu hreiðri, eða hvað? Já, það er sko, ég meina, þetta er náttúrulega, einhver leiti vil ég bara sko suma út og fletja út og segja bara þetta er efni, alveg svo steinin er efni. Þetta eru bara tveir efnislíkamar. En sko sagan á bakvið þessi efni og hvaða þýðingu þau hafa fyrir heiminn, fyrir það sem að við getum kannski sagt eðlilega framrás er mjög, þú veist, þetta er efni sem hafa mjög ólík áhrif á umhverfið sitt. Steinin getur bara farið aftur út og verður ekkit vandamál fyrir hann að vera til áfram sem partur af jarðsögulegum tíma. Við erum náttúrulega bara í gegnum okkar framleiðsluferla búin núna að leggja svona öreinda lag af plastögnum inn í öll jarðlög jarðarinnar. Þannig að við erum að búa til nýjan jarðsögulegan tíma með okkar framlagi. Já. Mannöld. Akkurat.
Þannig að eðlilega, þú veist, það kannski þessi svona tvístrun sem liggur þarna í eða flækjustigið, en á einhvern nátt þetta síðan líka bara efni á móti efni. Þetta bara... En ég svona fáið til þess að lýsa þessu öllu í orðum. Já. Til þess að geta kannski spurt, sko. En af hverju að vera að gera þetta svona sem myndlist í einhverju sal í þessu safni? Já. Hvað og það sem að sko öll frásögnin svona, hún óorðanleg með einhverjum hætti og við erum að leika okkur að orða hitt og þetta í vonum að geta svona einhvern veginn teiknað einhverja mynd af því sem að verki raunverulega að við náum aldrei að fanga. Nei. Til hvers að vera, okkur það hafa fyrir þessu? Hvað verður það? Það er 15 metra? Já, 10 metra langt. Já, 10 metra teikninga, hönd. Já. Og svo þessi bleiki svampur sem að gleypa stein eða steininn svona fellur honni. Já, sko... Hvað svona þjáningar þetta? Þetta náttúrulega bara, þú veist, mitt skynkerfi frá frumbernsku var alltaf samofið og nátengt og ég hreifst alltaf af sko því sem ég get snert í umhverju mínu. Það bara þannig sem ég virka. Ég hef bara svona þjálfað mig í því að verða orðamanneskja sem ég talað. Ég var það alls ekki og bara, þú veist, og ég bara, mér fannst bara langsamlega best ef ég gat bara verið að vinna í sko efni, vinna með efni og í efni. Þú sækir hitt, þú sagðir áðan myndhugsuður. Já. Þannig þú ert eiginlega að vísa yfir í sko en hugsun orð? Inn í orðin og tungumálið En ég bara get ekki tekið undir það að hugsa sig í orðin. Ég hefði spurt marga listamenn, þeir neita að fara svona langt með mig í því að útskýra verkið sitt. Þú veist bara, ég meina ég get ekki, þetta bara hana. Farðu bara að horfa á það að þú vilt skilja það. Já, en mér finnst gaman að tala um það, sko. Mér finnst það gaman og það hjálpar vinnunni minni. Það hjálpar henni, það skýrir mig og ég líka, og kannski hefur þetta líka með að gera, að ég ekki í þessari vinnu, í þessu verki þarna, ég ekki að setja mig, ég ekki í aðalatriði í þessum sko verkum, þar sem ég svona mikið að hugsa þessi tengslamyndun, tengslarof og að stilla upp aðstæðum fyrir náttúrulega ferla til þess að sko ég að sviðsetja einhvers konar sambandi eða náttúrulegum ferlum. Þetta heimspekilegt og tilvistarlegt en þetta ekki einkanlegt. Já, þannig að það ekki, já, þannig að ég veist, það ekki, ég get líka bara lýst þessu sko utanfrá einhverju leiti, þú veist, ég ekki inn í þessu, sko í sumum verkum ég bara meira eins og einhvers konar svona leikstjóri á þess að vilja segja, ég bara svona, ég að búa til aðstæður og auðvitað eru mjög margar fagurfræðilegar ákvarðanir þar inn í og hugmyndafræðilegar ákvarðanir algjörlega, en það ekki endilega, þú veist, þegar ég tala um það þá ég ekki sko að rífa mig opna til þess að draga hér fram á borð fyrir þig, þú veist, það aðeins öðruvísi, ég hef verið svo kritísk á þetta svona annað bakbein í minni vinnu, ég hef verið að í rauninni fjalla um það hvernig ég sem myndlistarmaður í einhvers konar samstarfi með þessum efnum og ég ekki, þú veist, þarna koma inn alls konar hugmyndir þú veist, bara að vera í virkri hlustun, að kunna samstarf, að kunna að vera vitni, leyfa hlutum að koma mér á óvart og að vera að sko þjónusta möguleika efnana til þess að sýna sig. Það var að segja mér að steinin hefði látið því gera þetta. Já, við skulum segja það. Nei, svo sannarlega ekki. Auðvitað eru sko mörg lög þar á undan, en ég ætla ekki að segja það. Þú sagðir það. Já. Þetta er svona heimspekilegverk. Já, þú fórst náttúrulega beint með þetta á þann, sko, við getum talað um þetta á alls konar hátt, sko. Þú ert að segja að þetta er ekki svona, þetta er ekki country-lag. Í country verður alltaf að segja þína eigin sögu einhvern veginn, og ekki í rappinu. Þetta er ekki svoleiðis. Þetta er svona, á öðru svæði. Og svolítið á svona svæði þar sem hefur verið
óskasvæði þeirra sem eru mjög lingual, sem eru svona heimspeki og fleira. Sem að þú ert ekki að upplægi. Nei, ég fór sko í heimspeki eftir Listaháskólann, en Má ég skjóta inn aukaspurningu, af hverju? Af hverju gerði ég það? Af því að ég útskrifaðist, ég eignaðist barn bara eftir ég útskrifaðist með BA-gráðu í myndlist og eftir að hafa verið í þeim heimi og í myndlistinni og svo einhvern veginn bara fá þetta hlutverk og hefja það nýja líf, það setti bara einhvern alveg nýjan tón eða kannski nærði tón sem hafði þegar alltaf verið vakandi og mér fannst myndlist ekki vera vettvangurinn fyrir mig. Mér fannst það sem ég einhvern veginn var að hugsa og langaði til þess að geta talað ekki vera eitthvað sem að ég sá eða gat fundið leið fyrir í myndlistinni, þannig ég fór í heimspeki og listfræði og það var náttúrulega bara ævintýralegt að vera, þú veist, útskrifaður myndlistarmaður með unga barn í að taka fyrsta ár í heimspeki, það fór ekki vel saman, sko. Það var ekki alveg. Börnin taka svolítið að manni athyglisspannið? Já, nei, það var ekki það. Það var miklu meira það að læra heimspeki kanónuna fór ekki vel með mér nýbakari móður með mjög svona kannski bara mitt áhugasvið var ekki hugsunin heldur efnið og það hefur alveg haldist svo ég bara fundi leið til þess að tala efnið og gera efnið aðaleikara. Entist þú ekki í heimspeki? Nei, ég entist ekki lengi heimspeki, ég tók 2 ár þarna og svo fór ég bara í mastersnám í myndlist, ég áttaði mig á því að ég bara kæmist ekki hjá því að vera myndlistamaður, það væri bara það sem ég væri og ætti að gera og fór til Kanada í mastersnám í myndlist sem var bara breytti líf mínu, sko. Ég flutti þangað með stráki minn og byggði þar upp nýtt samband sem var það hjónabandi og var þar og útskrifaðist eignaðist annað barn í því námi það er eitthvað svona fyndið atriði í mínu lífi og já. Og naust þín vel í Kanada? Já, Hvað varst í Kanada? Það var bara ótrúlega tími, sko. Ég var í Montreal í háskóla sem heitir Concordia. Fór þangað af, sko, hreinu innsæi af því að ég var búin að vera þá svolítið í Evrópu, hafði tekið, sko, 1 ár að part af BA-náminu mínu í Þýskalandi, í Hamburg og Berlín og hafði, þú veist, það hefði verið svona það svæði sem ég hefði verið að vera til á, svona auk þess að vera Íslendingur og búa í Íslandi og mér langaði í einhverja alveg nýja reynslu og þetta var bara, þú veist, það var svo mikið skref fyrir mig að flytja bara frá Íslandi með einstæð móðir, þannig ég var náttúrulega að byggja upp nýtt samband en var bara, þú veist, ein með barn og mér langaði bara að fara í einhverja alveg nýja reynslu, gefa mér það að fara í alveg nýja reynslu og Kanada var fyrir valinu og það var mastersnám í skóla sem er deildaskiptur, þannig ég fór í deild sem heitir teikning og málun og þar voru prófessorar sem voru síðan líka bara einsetningar, skúlptúristar og var mjög gjöfult fólk í kringum mig og gjöfin út úr þessu var svo að ég fekk 2 ár af stúdíótíma sem var ekki, sem ég þurfti svo að halda, fá bara 2 ár til þess að kynnast mér sem listamanni, bara hver er ég sem listamaður, hvað vil ég tala og hvernig vil ég gera það, hvernig, og þú getur ekki komist að þessu nema að gefa þér tíma gefa þér tíma og fyrir mig, þú veist, ég er rosalegur einyrki, þú bara að vera bara ein og að bardúsa og bara gera tilraunir og fá sko svona gjöfult, það var svo þau voru alls svo klár þarna bæði prófessorar og samnemendur í sko konstruktiv kritík í rauninni svona uppbyggilegri gagnrýni. Það var bara breytti því hvernig ég hugsaði og hvernig ég sko var og hjálpaði mér að þekkja mig. En þegar þú ferð inn í 2 ár í stúdíói,
ertu þá að komast að því hver þú ert sem myndlistarmaður eins og þú hafir verið það áður? Ertu ekki bara ákveðið hver þú ætlar að verða sem myndlistarmaður? Ég er bara komast að því, alveg ég er að finna það út og ákveða það, auðvitað samtímis. Varstu það áður eða? Nei, ég nefnilega sko, ég hef alltaf, ég vissi alltaf að ég væri, sko, ég graviteraði alltaf í áttina að list, einhvers konar, þú veist, ég vissi það alveg, það bara var alveg greinlegt frá unga aldri hjá mér, en það að upplifa sig sem listamann er allt annað heldur en að, þú veist, vera með áhuga, þú veist, af því að það er að upplifa mig sem listamann, það þýddi bara svona dýpt í sjálfsþekkingu og þekkingu á því hvernig ég get miðlað og hverju ég get miðlað. Og ég þurfti tímann til þess. Ég er að spyrja svona því að maður er að leita sjálfum sér. Hvort að maður sé eitthvað sem maður á að leita að eða hvort að maður eigi að ákveða hvað maður vill verða. Á ég svarar? Á ég svarar þessu fyrir þig? Þetta er það sem að fólk er að velta fyrir sér. Ég veit ekki hvað heldur þú? Ég held að þetta sé svo persónubundið, sko. Ég held að, þú veist... Heldur að þú hafi verið svo sem að þú fannst áður en þú byrjar að leita? Nei, sko... Sko, reynsla breytir okkur sífellt. Þannig að, þú veist, hefði ég farið eitthvað allt annað, hefði eitthvað allt annað gerst. En þarna gat þetta gerst. Og þú stána með þess að þú fannst. Já, það hefur bara reynst mér mjög vel. Það er svo þeir sem fara að leita Guði, þeir finna alltaf Guð sem eru sáttu við, ég veit ekki því. Ég hef aldrei hitt einhvern sem var að leita Guð og fann einhvern rosalega leiðilega Guð. Nei. Það er mjög sjaldan. Það er nú fallegt, það er fegurð í því, það er von í því líka. Bara finna það sem er þurfa á að halda. Já, það er lán að gera það, það eru ekkert allir sem gera það, en það er lán að gera það. Má ég spyrja eitt annað sem þú varst að segja á þann? Þú sagðir einhvern veginn að þú hefði verið að horfa á svona náttúruna og kannski dæmi hvernig þú varst að tala um steinin og eitthvað fleira og hvernig þú talar um svona jarðsögulegan tíma og þá er það maðurinn inn í þessari veröld sem er náttúrulega ógnar stærri en við getum náttúrulega farið út fyrir jörðina og séð okkur í alheiminum og það er bara eitthvað ótrúlega stór heimur. Svo sagður en svona undanferðið þá er ég að fara meira inn í mannin. Já. Af því það er að sumuleyti er það síðan svolítið svona önnur veröld, hvernig við eigum að vera í heiminum sem mannskepna og að ég vitnaði áðan í Jesú, með þann svona vera að dæmi þetta, hvernig við eigum að lifa sem manneskjur í heiminum. Ég held að hann er kannski ekki beint að hvetja fólk til þess að vera að standa okkur fjallstindi og drekka í sig sköpunarverkið. Heldur að vera með svona kröfur á því að þú sést sem manneskja í heim. Er þetta einhvern veginn svoleiðis ferðalag sem að þú horfa á náttúruna og maðurinn í náttúrunni og svo færistu á því að reyna að skilja hvað þetta fyrirbrigði er þarna sem er sumleiti í miðjunni, við komumst ekki hjá því, við sjáum heiminn alltaf sem manneskjur. Hvaða fyrirbrigði það er þessi sá hluti náttúrunnar sem er ég? Er þetta einhvern veginn þannig? Já, ég veit ekki, sko ég er ekki alveg komið með söguþráðin þannig fyrir þig með þetta, því þetta er svona þetta er þróun sem er í gangi, myndi ég segja. En sko ég held að þetta fer saman, bæði bara svona persónleg sko reynsla í þú veist, mínu lífi síðustu ár og svo staða, sko, þegar ég er að byrja að vinna sem myndlistarmaður, þegar ég er að finna mig í Kanada, að þá er það sem ég hef mestan áhuga á og það sem að mér finnst skipta mestu máli að tala umhverfismál eða náttúru, málefni tengd því hvernig við erum að umgangast hinn náttúrulega heim. Í dag er bara staðan, sko, í rauninni núna krísan sem við erum að sjá í okkar vestrana heimi er krísa manneskjunar, gagnvart öðrum manneskjum. Það er svona það sem er bara í svo viðkvæmri stöðu akkurat núna og bara strúktúrarnir sem við höfum byggt undir okkar mannlegu kerfi eru í mjög viðkvæmri stöðu og þannig að þetta er eitthvað svona blanda af ólíkum
þráðum sem að spinnast þarna saman og svo getur vel verið eftir 10 ár þá mun ég akkurat hugsa bara já, auðvitað meikar það sens að hafa komist þennan hring með þessum hætti og vera komin á þennan stað á miðjum aldri eða 44 er ekki endanlegu stað. Nei, aldrei. Það er ekki hægt. En að það við séum í vanda sem verðum að adressa eins og sagtir. Að eitthvað í samfélaginu, eitthvað í samskiptum fólks og svona stóru kerfunum okkar við séum í háska. Er það segja það? Já, mér finnst það blasa við. En maður kannski að ræða það sko, það sem maður átti sig á því í hverju háskin felst. Ég stundu vitna hérna í mann sem var frá Venezuela og Abrá og ég held að sé dáinn. Það var svona upp á 1970. Þá horfði hann á þá var stjórnarkreppa og stjórnlagakreppa og það var efnahagskreppa og það var svona menningarlega kreppa sem allt það sem hann sá. Og hann komst á því að þetta væri allt afsprengi af einhverjum sama vanda. Þetta voru birtingamyndir, einhverjar bara djúpstærar kreppu sem að mannskepnan, allavega í hans landi, væri í. Og hann komst á því að eina sem getur læknað svona er annaðhvort Guð eða listin. Og hann sagði, ég vissi ekkert Guð sko, en ég er fiðluleikari og þá fór hann út í fátækrahverfinu og stofnaði tónlistarskóla fyrir fátæk börn. Hann kallaði El Sistema og hefur síðan getið af sér alls konar öfluga hluti og verið reynt svo sem að kópera svona hans hugmyndir. En þá var hugmyndir svo að meinið sem var í okkur var einhvern veginn djúpstætt inn í menningu okkar. Að við værum eiginlega búin að tapa sjónum á því sem að skiptir máli. Hverju við kjósum að halda á og hvernig við viljum að heimurinn halda á okkur. Akkurat, já. Er það svona eitthvað stað? Já, sko, ég held að það er alveg skiljanlegt að leggja trú á listina. Ég skil það og listin er ótrúlegt hreyfiafl og bara, þú veist, en listin er sko mennskan í allri sinni mynd. Hún er ekki alltaf að vinna að því að verða göfug og fögur. Hún getur líka verið speglun á grimmd eða speglun á erfileikum á hátt sem eru erfiðir og listin verður að hafa frelsið til þess að vera þetta allt og við megum ekki við megum ekki setja kröfu á listin að bjarga líf okkar með því að vera eitthvað ákveðið. Listin verður að vera frjáls, hún verður að vera frjáls. En það sem þú nefnir þarna og ég myndi kannski taka út úr því er bara það sem hann gerir með listinni er að hann er að tengja sig við aðra. Það er tengslin, að næra tengsl, að vera í þjónustu við sitt nær umhverfi eða einhvers konar samfélag, að vera bara manneskja sem er í tengslum og í þjónustu við sitt umhverfi. Það er rosalega lykill og þú getur gert það með listinni en þú getur gert það á svo margan hátt. En kannski verður líka að segja að til þess að eiga við þetta mein sem er í okkur, að það getum við ekki notað, við getum ekki notað pólitíkin í það, við getum ekki notað hitt og þetta og ekki hagfræðin, við getum ekki reiknað okkur út úr þessu, við getum ekki keypt okkur út úr þessu. Heldur er þetta eitthvað sem að veldur ykkur svona röskun í sjálfsmynd okkar og manngildis hugmyndina stöðu mannsins í heiminum sem að listin og trúin eru tæki til að segja við og sömurinn ert þú að fjalla stöðu mannsins í heiminum. Ekki? Jú, ég held að það sé. Ég held að sé að tala á því svæði. Já, algjörlega. En svo er hann náttúrulega verða það sem hann ákvað að gera síðan var að þjóna. Já. Og líka hvernig, það er fallega sögur hvernig hann segir að því að hann spurður hvað gagn er að því að kenna einhverjum 6 ára strák úr fátækrahverfi á Kvillu. Þegar hann kemur heim að þá er hann ekki lengur fátækistrákurinn, heldur en hann fátækistrákurinn með fiðluna. Þannig að hann fær bara svona aðeins meiri svona sjálfsmynd eða stöðu. Einmitt. Þannig að hann nefnir alls konar svona smáa þætti sem eru svona, við getum kallað græðandi eða eitthvað. Það er bara,
það er náttúrulega bara, sko, þegar maður í þjónustu við aðra, þá erum við í þjónustu við okkur sjálf. Það ræktar okkur sjálf, jafn mikið og það ræktar eitthvað annað, einhvern annan. En ég myndi líka velja bæta hér inn í að því þú sagðir að hann akkur eftir að nota myndlistavettvanginn. Fyrir mig það að gera myndlist, sko, þjónusta. Það bara svo sem ég og með því þjónusta ég það sem að mér finnst geta verið mitt framlag til heimsins. Hér og nú allavega, sko. En myndlistaheimurinn, hann svolítið svona svakalúr. Já. Bara gangiði vel. Gangiði vel. Nei, þá ég að meina það að hann náttúrulega verið bara keyptur upp af auðkýfingum. Þeir reisa söfn og fá útlutað bestu lóðum einhvers staðar í borgunum og byggja dýrðarhallir sjálfan sig. Velja þar inn verk sem að náttúrulega þeir hafa eitthvað í huga, sko, að þeir eru ekki að velja þann inn, sko, verk sem að ögra þjóðskipulaginu mikið. Ertu að tala eitthvað ákveðsafn? Já, mér dættum við sem í París sem til dæra nýopnað í Geri byggingu sem að, þú veist, bara, já, ekki best að kaupa bara Geri byggingu og ég man að ég fór á eina sýningu að inni og ég horfði á yfir þetta allt saman. Það voru náttúrulega sömuleyti menn sem að eru að einhver leyti pólitískir og Ai Weiwei en verkið sem að valið frá honum var bara svona fallegt frá ótrúlega fegurð. Svo var náttúrulega Ólafur Elíasson með eitthvað endurgerða af sólarlagi og þetta var allt voðalega fallegt en það var engin ögrun einstæðar í þessu og ég fór alltaf fyrir mig að erum við ekki búin að missa bara myndlistaheiminn í hendunar á mönnum sem að raunverulega nota hann sjálfum sér til dýrðar og þeir kaupið alltaf skattaafslætti og fengi útluta lóðina og setið í eitthvað sjóð til þess að raunverulega komast undir því að borga skatt og ráðstafa hann sjálfur og svo við með fréttir að því að vera að selja verk á einhverju stjarnfræðilegu verði og þetta rosalega svona stórstjörnu, ég nefndi nú Ólaf Elíasson og við Ragnar Kjartason, þetta svona bara stóru, þetta bara popstjörnur að þetta kannski ekki besti heimurinn til þess að eiga, þú veist, eitthvað svona samtal við á svona einkanlegum og heimspekilegum grunni við eina sál. Sko ég held að myndlistarheimurinn margir heimar og þessi heimur sem þú nefnir, hann fyrir rosalega fáa myndlistamenn. Það rosalega fáir myndlistamenn sem rúlla inn í honum og rosalega margir myndlistamenn sem eru síðan bara að rækta alls konar aðra hluti sem að fer oft miklu minna fyrir, fá miklu minna fjármagn, lifa í allt öðruvísi lífi og allt öðruvísi heimi heldur en þessi heimur og markaðs heimur myndlistarinnar, það alveg bara lygilegt hvað eru fáir sem að taka þátt í honum. Það bara rosalega fáir. Bæði sem myndlistamenn og þeir sem keyra hann áfram á kaupum. Já, það það, algjörlega. Og svo náttúrulega svona heimur bara inn í sko þar sem að myndlistin tengist akademíunni, þú veist, það náttúrulega bara mjög margir myndlistamenn og náttúrulega líka sögulega myndlistakonur sem að, þú veist, við sjáum núna bara að síðustu kannski 10 ár hafa sko svona legacy sýningar kvenna orðið að mjög miklu aðalatriði á stórum söfnum og þá það yfirleitt konur sem hafa ekki fengið framgang, orðnar nýræðar eða bara eins og Judy Chicago búin að, þú veist, náttúrulega berjast með Gorilla Girls og vera bara mjög feminist allt sitt líf og sko slókan þeirra var náttúrulega bara konur verða frægar eftir áttrætt og svo það bara rætast, þú veist, og hún á náttúrulega rosalega feril að baki en þú veist, stóru svona yfirleitt sýningarnar hennar eru bara að gerast sko núna. Þannig að það eru mjög margir, þú veist, auðvitað sko myndlistamenn, þetta bara rosalega getur verið flókið líf að velja sér sko á margan hátt og það alveg, þú veist, mjög margir sem bara starfa annarkvort inn í kennslu eða akademíu eða bara við erum með einhvers konar svona bara annan hliðarveruleika til þess að geta síðan verið myndlistamenninir sem þið vilja vera. Og verða að sjá fyrir sig með öðrum hætti. Já. Af því að myndlistaheimur gerir það ekki.
að því að myndlistamarkaðurinn bara eitthvað X sem að X kemst fyrir á og það bara rosalega margt sem fer ekkit inn þangað eða hefur ekki, þú veist, annarkost aðgengi eða löngun til þess að vera þar, já. En það svo sem margir heimar sem eru svona, ég blaðamaður og lifi í fjölmiðlaheimi og fjölmiðlar eru bölvuð skepna sko og bara ömurlegt tæki sem að meira og minna gengur út á að fá fólk til þess að sætta sig við óbreytt ástand. Það bara maskínan eru það, en inn í henni blaðamennska sem heilug iðja. Já, einmitt, akkurat. Það eru margir heimar sem eru svona. Já, einmitt. En hvar finnir þú þér hvar finnir þú þér leið inn í þessum heimi? Til að eiga þessa þjónustu, talar það. Getur þú verið aðeins nákvæmari? Nei, inn í myndlistaheiminum. Já. Því að þeir eru margir heimar sér þú. Og ég bara listu þínum myndlistaheimi. Ég hef ég hef verið Þú ert ekki orðin áttræð þegar þú færði fyrst þarna 9 sali í stóru safni. Já, það er rétt, einmitt. Ég hef náttúrulega verið búsett í Þýskalandi, búsett í Kanada og búsett hér og hef verið, ég bara hef alltaf verið að vinna myndlist. Það hefur tekist bara með alls konar leiðum og að einhverju leyti, þú veist, þá þetta eitthvað svona sambland af þrautseigju og þú veist, já, ég myndi segja bara, þú veist, það að vera myndlistamaður bara svona langtímaverkefni og þrautseigja og ég hef verið bæði allt frá því að vera að vinna stórar innsetningar, þá hef ég líka haldið tvívíðu praxisi, þannig ég vinn tvívíverk og tvívíverk náttúrulega, þú veist, eðlilega það sem frekar söluvara fyrir einstaklinga og meðan að innsetningarnar mínar hafa, þú veist, lent kannski inn í safnign hjá söfnum og svona, þannig að ég hef bara svona verið að fljóta ekstar á þessu svæði og verið alltaf bara, þú veist, bara gæti þess að gera hlutina hátt sem að ég sátt við og ánað með og mun bara, þú veist, það svona eiginlega leiðarljósið mitt, í þessum efnum. Og já, ég Það gengur vel? Það gengur bara rosalega vel, já. Já, ég segi það bara, það gengur vel. Ég hef fengið verk, ég bara, þú veist, hef verið að vinna á hátt sem að hefur hlotið bara brautagengi hér og þar og, þú veist, verið með sýningar og verk víða í Evrópu og annar staðar og fengið, þú veist, við búum náttúrulega hérna, ef við förum með samtalið á þennan stað, við búum náttúrulega við svolítið bara við styrkjakerfi á Íslandi fyrir myndlist og ég hef sem sagt bara mín verkefni hafa fengið brautagengi í bæði listamanna launa umsóknum og myndlistasjóðsumsóknum og bara, þú veist, mér hefur tekist að bara fjármagna mína vinnu og mín störf þannig en það náttúrulega þú veist, listamannalaun eru 560.000 krónur í verktakalaun á mánuði og myndlistarmenn af öllum listamönnum og öllum listgreinum eru kannski með svona stærsta overheadið, þú veist, við rekum vinnustofur og vinnustofur rými. Overheadið eru að kaupa hráefni. Og hráefnið, akkurat. Sem leiðilegt að segja, en ljóðskáldið fer þess ekki. Já, þetta allt, þú veist, það er rosalega mikill, að reka sig sem myndlistamæður kostnaðsamt. Þú veist, það bara vinnustofukostnaður upp á 10.000 eða jafnvel 100.000 eða með stórt stúdíó og svo bara efniviðurinn sem þú þarft að leggja til þess að vinna vinnuna þína. Þannig að já, þetta rosalega, þetta alveg flókin staða, eðlilega. Og listamannalaun eru svona miðuð yfirleitt við lágmarkslaun. Já. Þau eru verktakalaun og það bara munurinn eiginlega og yfirleitt minni, ef þú myndir reikna þau niður að þá fara þau undir lágmarkslaun. Já, einmitt. Það ekki feitur á þessu? Nei, en þetta samt nei, svo sannarlega ekki, en það er ekki hægt. Á þess að það sé kannski markmið að vera feitur. Ég get farið í svo marga, ég get sett það með svo marga hatta hérna, ég get alveg sagt bara, þú veist, listamannalaunakerfi á Íslandi bara betra en víða, en þú veist,
ágóðin, svo ég bara tali með mínum málstað, sko, þú veist, það sem að listamenn í þessu landi er að leggja á sig fyrir þessar 560 krónur á mánuði er að skapa menningu og viðhalda menningunni okkar. Þú veist, við erum hér bara að, þú veist, það er svo mikil ábati í framlagi listamanna, þú veist, sem að jú, kostar eitthvað x að viðhalda, en er bara, þú veist, hvar værum við og hvað værum við ef við værum ekki að viðhalda menningun okkar. Og myndlistin er bara mjög, þú veist, þetta er náttúrulega bara mitt, bara mín líflína í lífinu og, þú veist, og bara skiptir gríðarlega miklu máli, samfélagslegu máli og sem að hefur áhrif inn í, þú veist, fólk gerir sér ekkert alveg grein fyrir hvað sko myndlist hefur viðtak áhrif, þú veist, bæði inn í allan sjónrænan kúltúr, þú veist, þegar að þú sérð auglýsingaskilti eða þegar þú sérð, þú veist, bara, þá eru innbyrðis referensar þarna sem eru bara oft með vísan aftur í tíman eða... Til frumrannsóknar myndlistarmannsins. Já, akkurat. En ég geti sagt þess svona, ég er keyri á nýju sendibílastöðinu, ég hef ekki farið á myndlistarsýningu síðan að það var einhver stelpa sem ég var skotin í mentodróma eina sýningu og ég bara aldrei nátt það. Bara ekkert þetta að gera. Þannig að mér finnst þetta að vera, og ég sé svona myndir af þessum byrt í mokkanum svona og opnun hér og þar. Þetta er allt sama fólki sem er þarna. Þetta er bara eitthvað svona, fólk með mikið svona mennta og félagskapital og svo einstaka maður sem á svona raunverulega peningakapital sem allir voma í kringum. Þetta er bara heimur og akkur ættu við að vera að styðja þessa dagvist þessa fólks með myndlistum. Við tökum svona bara gagnrýni gegn styrktarkerfið. Allur stuðningur við listir er raunverulega stuðningur við fólk sem við ættum ekki að vera að styðja. Já, þá myndi ég, ef ég væri að tala við þessa mannskju sem ert þú, þá segi ég bara já, nú býrð þú í húsi sem þú kýst að mála innan í einhverju litapaletu. Þér finnst gaman að vera með, myndlistamenn eru list sem stendur vörð hinn sjónræna menningu. Og sjónræn menning er bara, við getum talað fagurfræði og fagurfræði skynjun eða skynjun á fegurð og svo það sem að við getum farið með það í áttina og mér langar að fara með í áttina að því hvernig við að fagurfræði eða eins og hefur verið kallað fagurferði ég sé það á svona á sama plani í mikilvægi og siðferði. Við fæðumst inn í þennan heim ef við erum það lánsum að vera með sjón og sjá þá er skynjun okkur á umhverfinu oft það sem hreyfir okkur mest. Þetta er bara okkar þú veist, bara af hverju drögumst við að fallegri náttúru, af hverju drögumst við að fagurfræði í efnisheiminum eða í öðrum manneskjum, þú veist, þetta myndlist er einungis svona fókuseru vinna með það að þróa þetta skynkerfi og tengsl okkar við fagurfræðina. Fegurð er eitthvað sem að kennir okkur svo margt. Að upplifa fegurð eru bara oft kendir sem eru algjörlega nátengdar því að finna til okkar stærðar eða smæðar eða tengsla við umheiminn. Þetta er bara kjarni í mennskunni. Fagurfræði er bara að sjá og njóta fegurðar er ákveðin kjarni í mennskunni og þegar ég segi þetta þá vil ég ekki varpað inn og það að myndlist sé einungis að fást við fegurðar því myndlist er að fást við mennsku. Myndlist er að fást við mennskuna og það að þú veist, ég myndi aldrei gera kröfu á þennan sama aðila að skilja doktorsrannsókn í, þú veist, lífeðlisfræði, ekki frekar en á mig sjálfa. Og myndlist eru þetta flókna og fyndna fyrirbæri að vera bæði eitthvað rosalega sértækt en að vera að fjalla eitthvað samt líka sem er mjög tengt hinu almennri skynjun manneskjunnar á umheiminum sínum. Ok, ég ætla að pröfa aftur. Þú ert að lýsa myndlistinni eins og svona frumrannsóknum og lýsa við akademískar rannsóknir og líffræði og öðru slíku. En þá get ég líka sagt það, ok, segjum að ég sé
öryrki hérna. Já. Bara í hátuninu, við erum rétt í hátuninu. Og það líka, það er verið að styðja hérna leiklist og kvikmyndir og fleira. Og ég fyrst stundum í leikhús og veistu það, ég sé sjálf mig aldrei á sviðinu. Það gerðist hérna fyrir nokkrum árum að það var hérna leikrit, íslensk leikrit öryrkja og það var öryrkja sem voru að svindla á kerfinu. Það er eina skipti sem og ég satt í salnum og ég horfði í kringum mig og þannig var fólk að hlæja að mér. Og af hverju er ég að borga og taka þátt í myndlist sem að bara lítur ekki á mig sem viðfang, lítur ekki á mitt líf sem nógu interessant til þess að verða efniður, er ekki að auðga mitt líf með list. Já. Einmitt. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, ótrúlega skiljanlegt viðhorf og ég veit ekki hvort að það sé auðvelt að ætla einhvern veginn að, þú veist, samfara manneskju sem upplifir sig í einhvers konar bara bári stöðu það að það sé mikilvægt að fjármagna, þú veist, hvort sem það er myndlist eða eitthvað hátæknisbrotafyrirtæki eða annað eins, það er bara, þú veist, það er mjög flókið og mér finnst það ekki einu sinni vera, þú veist, ég vil ekki bara, það er bara ekki einu sinni kannski réttmætt að gera það. Þessi var eiginlega að tala um það að okkur kemur ekki eitthvað af listinni til mín. Já, það er, ok, takk, það er síðan... Ég get ekki alltaf tekst mig upp til þín. Getur þú ekki stundum tekst mig niður til mín? En ég myndi segja að, þú veist, þetta er sko 100% ástæða fyrir því að það á að leggja áherslu á og er alveg gert, þú veist, bara að færa inn í til dæmis bara skólakerfinu eða inn í þú veist, að leggja áherslu á fagþekkingu inn í skólakerfinu þannig að þetta sé eitthvað sem að bara er stærri partur af viðurkenndur partur af eðlilegu samfélagi og þú veist, á sama hátt og þessi manneski er að berjast fyrir lífið sínu þá hafa stofnanir oft líka verið bara að berjast fyrir fjármögnun og lífið sínu í rauninni þannig að þú veist, það er sko mitt svona prívatsvar er bara það þarf að gera miklu betur. Það þarf að gera miklu betur í því að við erum aldrei búin með það að þróa hvað er mikilvægasta umræðuefni hvers tíma. Það er bara síkveikt og lifandi og það eru, þú veist, ég get líka alveg staðið á bakvið það er viðleitni. Ég meina, þú veist, það er bara núna til dæmis Listaháskóli Íslands hefur verið í mjög miklu akkordi við að gera skólan aðgengilegan fyrir fólk með fötlun, fyrir fólk með bara, þú veist, að gæta að því að það sé aðgengi og þetta er eitthvað sem er bara, þú veist, ég held að sé mjög mikilvægt fyrir alla listmiðla að taka betur til sín en það er líka alveg verið að vinna í því en það má alltaf gera miklu, miklu betur, algjörlega. Manna, ég er bara afsaka að setja því hérna á láta þið verja listin. Nei, ég skil þetta og þetta er bara eðlilegt. Fannst þú eins og vildið, þú varst að tala í svona nafni listisins, þannig að ég freistaðist til þess að... Já, nei, ég meina, þetta er alveg mikilvægt, sko, en það er alltaf erfitt, þú veist, það sem ég er kannski að spyrna gegn er líka, þú veist, ég vil ekki segja, þú veist, mér finnst ekki að maður eigi að þurfa að verja listina á kostnað einhvers annars. Við þurfum að finna leið til þess að láta þetta geta verið til samhliða. Það er auðvitað stóra markmiðið okkar. Og þá verður maður að gæta þess að sko rökræðan sé ekki á því plani, hún sé eitt á kostnað annars. Þetta er mér eitt í hug sem er stundum í sambandi við listir. Og þá kannski hugsunin, já, fyrst verður við að náttúrulega tryggja svona efnarslega undirstöður til þess að við eigum efna á listinni. Eða er listin eitthvað sem við eigum að gera og er bara nauðsynlegt að gera strax í upphafi. Því að hún mun færa okkur betra samfélag. Eða er hún eitthvað sem er svona, þetta er svo, maður getur sagt í svona business, nice to have og must have. Er listin svona nice to have?
er hún mest hún er algjör nauðsyn og hún er í líf okkar, við bara tökum ekkit endilega eftir í hvernig hún er í líf okkar, þú veist, og myndlist inn á safni er X, en það hvernig áhrif myndlistar sko finna sér leiðir inn í líf okkar allra er síðan bara eitthvað vefur, þetta er bara partur af vef samfélagsins og við verðum að lyfta honum upp inn í sko, ég meina út af hvað gengur leikskólastarf fyrirgefðu, annað en bara að vera með börn í einhverju basli og þú veist, teikna og lita og baka og bara finna fyrir tengslum við efnisheiminn. Kennarinn daginn, manstu, sem var að kvart yfir því að hún var að læra að vera kennari og það var bara eitthvað föndur allan daginn. Hún var kvart yfir því. Í kennslunni á henni? Já, hún var kvart yfir því. Já, ok, en það var svo komið hérna kennari með hann að syngað og verið að segja þannig á að þetta er mitt að vera. Við erum að vera föndur allan daginn. Já, ég meina, sko, ég held við eigum að vera að búa til aðstæður fyrir börn á mjög mikilvægum tímapunktum í þeirra lífi til þess að læra að vera til sem partur af samfélagi, læra samskipti, læra að leysa úr konfliktum og það er rosalega erfitt að gera þetta inn í starffræðitíma þegar þú ert með eitthvað sem þarf að vera klára einhverju kennsluáætlun starffræði en þetta er eitthvað sem við getum komið fyrir í alls konar leiklist eða í myndlist eða í bara ýmsum öðrum formum og í frjálsum leiku þetta. Og frjálsleikur er náttúrulega mjög stór undirstaða í allri listsköpun. Já, og það var margir uppbyldisfræðingar og sálfræðingar komið hingað og sagt að það sé það sem er í mestu háska að við skipulegjum tíma barnan okkar of stíft og skiljum ekki rými fyrir frjálsleik. Við hefum líka fundist það því að þú kannast við svona umræðu að við vitum ekki alveg hvernig við erum að mennta okkur fyrir framtíðina því hún er svo óviss. Akkurat. Þá finnst mér svo óskiljanlegt okkur í grunnskólanum við skellum okkur ekki bara í listkennslu sem æfir sko persónulega leikni við getum eftir leiklist í samskiptum og hefla framkom okkar, við getum verið í myndlist og við getum verið að yrkja og þetta er allt saman með margra alda forsögu þú veist hvernig er best að læra. Mér finnst svolítið skrítið að við skulum ekki vinda okkur í bara að kenna börnunum ennþá. Kerfin eru náttúrulega hæg, sko. Kerfin eru hæg. Kerfin sem við byggjum eru, þú veist, þau hreyfa sig kannski svona, ekki á jarðsögulegum tíma, en þau hreyfa sig ekki alltaf alveg. Það er erfitt að hreyfa þau mjög hratt. En já, ég er alveg sammála því og ég held sko það að kenna, þú veist, það er svo mikið að kenna list í hvaða formi sem það er gríðarlega mikilvægt fyrir framtíðina, gríðarlega mikilvægt af því í því fólkið að sko læra á eigin innsæi, á eigin langanir, á eigin, þú veist, ekki að fylgja formúlu sem að mögulega verður bara orðin úr sér gengin og ekki lengur til staðar eftir 20 ár. Heldur bara aðlögunarhæfni, læra á sjálfan sig, læra á auðvitað bara, þú veist, einhvers konar fag eða fagþekkingu og sögulega þekkingu, gríðarlega mikilvægt, en grunnurinn í því er þessi svona hreyfanleiki sem að þú bara þjálfar með þér, þú veist, sem listamaður, þú ert manneskja sem ert að taka inn heiminn og það er þú ert á hreyfingu. Herðu, ég spyr fólk sem kemur hingað sömu spurningana, ég er að gera félagsfræðilega rannsókn. Hvað ætlar að vinna úr henni? Ég ætla ekki að vinna úr því. Ég ætla bara að gera rannsókn það. Ég spyr fólk hvernig mann fyrst eftir sér. Það er mjög mismunandi, sko. Já. Ég man nú bara svolítið ung eftir mér en ekki, sko, ég man eftir því að ég er 2,5 árs þegar ég eignast systur og líf mitt umturnast og ég fer í mína fyrstu tilvistarkrísu. Þetta er tekin að stalli þá eða? Nei, alls ekki. Það bara, ég bara, ekki kannski stalli, heldur meira bara svona að ég misti bara eitthvað svona einmitt beina línu sem varð allt í einu lína fyrir 2, skilur frá móður til 2 barna og Og svo aftar í röðinni, oft eldra barnið. Er aftar í röðinni. Já, eðlilega verður að verða það. En það kannski er þetta að skilja það með tegra. Það er bara, ég get bara sagt þér að það tók mig 10 ára að skilja það, sko. Ég var bara mjög lengi að jafna mig á þessu og
en svo sko svona minningar sem að, þú veist, það sem ég man eftir mér að sitja rosa vel í mér og bara man eftir sko andrúmslofti og þú veist, það hjá ömmu minni. Þegar ég er mikið í pössun hjá henni og hún var svona kona sem að var heimavinnandi og afi var útivinnandi eins og hjá foreldrum miklu leyti mín æska sko, mín fjölskylda. En amma var bara af svona ýmsum ástæðum held ég úr hennar persónulega lífi, manneskja sem að heimilið var henni bara alveg heilagt og hún það var bara hennar líf og hún ræktaði það og sem barn sko þú ert á sama svona slætti og eldri manneskja í rauninni þegar þú ert bara barn, það bara engin asi og þú getur bara dvalið lengi í því sem þú ert að gera. Þú veist, það bara rútína, það þarf að gera hádegismatinn og það þarf að gera kvöldmatinn og það þarf kannski að fara út í búð, en svo þetta bara viðvera. Þannig að ég á bara svona minningar af því að vera bara, þú veist, tíminn hjá ömmu var bara tími eins og ég elska að tími sé. En hvað var ammaðin gömul hann að segja maður þegar þú varst 7 ára? Já, hvað var ammaðin gömul? Hún fædd 22 og ég fædd 80, þannig að hún 60 og eitthvað sko þegar ég þarna, hún yfir 60 og öll hennar, þú veist, ég sko ekki, það mörg eldri barnabörn en ég, þannig ég ekki, þú veist, hún búin að vera í þessu hlutverki lengi og já, en það bara svona, þarna ég man eftir mér bara spila við hana, ég man það alveg, bara, ég var svo mikið hjá henni og við áttum mjög sterkt samband, mjög djúpt samband. Og þetta svona, það öryggi og rosa mikið öryggi, þannig haldið á þér. Já, alveg, akkurat. En segðu mig frá ömmuðinni. Amma var fædd á Bolungarvík og hún, þegar hún nú örugglega eftir að fá skam í hattinn fyrir að hafa ekki rannsakað þetta aðeins betur og þannig bá svona þetta hér út, sko. Mamma hennar lést þegar hún var á 1. ári eða 1 árs og pabbi hennar gat ekki séð þau systkinin þannig að þau fóru öll í fóstur á ólík heimili en á svæðinu og pabbi þeirra, amma mín hét Sigríður Þorláksdóttir og pabbi hennar Þorlákur hélt mjög góðum tengslum við öll sín börn og amma átti svo bara mjög gott fósturheimili sem bara reyndist henni ótrúlega vel, þannig að hún var bara ótrúlega heppin þar, mjög heppin og en þetta sko saga sem að samt markar hana og markar held ég þörf hennar í lífinu til þess að bara vera svona halda öllu svolítið nálægt og pabbi hennar var elsta barn sinna foreldra sem foreldrar hans og að ég held 5 yngri systkini fóru öll vestur haf og hann var meðvitað skilin einn eftir til þess að vera svona eins og lína aftur heim ef það þyrfti að koma aftur heim en þau komu aldrei aftur heim og hann fór aldrei og hann hitti þau aldrei aftur, hann 15 ára þegar þau voru, þannig að hann hitti þau aldrei meir og eignast svo bara sín börn þarna fyrir vestan og lendir svo í að missa konu sína, þannig að það eru svona, þó að allt hafi verið bara eins gott og það gæti verið í aðstæðanum þá þetta samt bara, þetta rosalegt svona þú veist, þetta bara upplaust og amma, ég held að þetta hafi svona spilast inn í hana þann hátt að hún bara vildi bara hafa sitt fólk nálægt sér, hún þoldi það ekki þegar að fólk var að ferðast erlendis og bara skildi þetta ekki, bara hvað að bara getið ekki bara verið hérna og þannig að hún var hún var ótrúlega hlý og góð og mjög svona með mikinn presens og þegar ég flytt heim frá Kanada ólétt af mínu seinna barni þá bauðst okkur fjölskyldunni það að leigja, hún og afi byggðu Guðrúnargötu 5 og hún bjó þar alla tíð og fæddi öll sín börn nema elstu dóttur sína. Ég gæti verið að fara með rangt mál, ég held að hafi verið öll hinn börnin fædd heima en pabbi minn fæddur á Guðrúnargötu 5 og þegar ég flytt heim þá ég ólétt og út af aðstæðum í Kanada hafði ég bara út af sko, ég var svo
allt skrifræðið sem að hefði falist í því að eignast barn á spítala í Kanada að ég ákvaða að fara í heimafæðingu þar. Þannig ég flytt heim til Íslands og við tökum á leigu efri hæðina fyrir ofan hana og ég eignast mitt barn bara í húsinu fyrir ofan hana. Þannig að hún er að vafra þannig í kringum mig mér sem þegar ég er að eignast barnið mitt sem að heitir einmitt Tryggvi í höfuð á pappa mínum og Þór í höfuð á ömmu sinni, Þórhildi, Tryggvi Þór. En það er svona fjölskylduhús. Þetta var mikið fjölskylduhús og svo keypti föðursystir mín það núna þegar amma lést, þannig að það er ennþá í ættinni. Þetta er svona ættar. En hvaða hlutverk hafði afiðinn á þessu heimili? Og hann var nú grallari, sko. Hann var rafvirki og rafvirkjameistari með ævintýrlegt herbyggi í kjallaranum sem að, og ég held að sko þau, þú veist, amma mikil handverkskona og hann í gegnum sitt sko svona, hann lagði rafmagn í bara stóran hluta Reykjavíkur og var svona algjör grúskari, var rafvirkjameistari og og það er eitthvað svona, sko, það er svona mikil nálægð fyrir mig sem myndlistamæður og þú veist, það hvernig ég kem að myndlist, það er svo mikil nálægð við, sko, milli þess að vera myndlistamæður og vera bara svona manneskja sem er að leita lausnum. Alltaf bara svona, já, hvernig gerum við þetta og hvernig gerum við þetta? Þannig að það er eitthvað svona efnisþekking, lausnaþekking, þú veist, sem er mjög rík í minni, sko, arfleifð sem manneskja í heiminum. Og þannig að það var herbygginu í kjallara sem var sko, það bara fór bara á safn þegar hann lést og en hans hlutverk, þetta var mjög hefðbundið svona kynja sko dýnamík í þeirra hjónabandi þar sem bara amma sá heimilið og afi sá vinnuna og hann kom heim í hádegismat sem var búið að elda fyrir hann og svo var vaska upp eftir hann og meðan hann lagði sig og svo fór hann aftur í vinnuna og þannig að það var en það var einhvers konar svona, þú veist, bara þau voru fólk þess tíma þar sem að, þú veist, ég skynjaði ekki annað en sátt í því og veit ekki til annars en að það hafi verið sátt í því eða einhvern veginn farið með sátt gagvart því, sko. En þetta er auðvitað líf sem að fáir kjósa kannski að lifa í dag í gagnkynhneigðum samböndum. Það verður að amma þín hafi farið innir í bæ og það sem að ég þá hvenna frí dagurinn. Skiluðu hann eftir og hann var skupp einn dag yfir ævina. Mér þykir það ólíklegt. Ég er ekki viss um það. Ég veit það ekki. Þannig hann hefur kannski ekki vaskað upp einn dag. Ég bara gæti ekki sagt þér það, sko. Og bara ég hugsa ekki, sko. Ég veit það bara ekki. Það voru fréttir af þessum degi í blöðunum og myndir af einhverjum köllum sem voru fyrir fram að svona vask í kaffistofunni í vinnunni. Alveg ráðalausir. Einmitt. Þetta er náttúrulega flókið mál að vaska upp. Aldrei lent í því að vaska upp. Þetta er náttúrulega óþolandi partur af, þetta er svona saga sem við erum að kljást við bara. En þú sagði að mamma þín hefði líka verið heimavöndi. Já, mamma var það sko mest, hún er hjúkrunarfræðingur. Starfaði við það þegar ég er lítil og svo bara erum við 3 systkinin og það eru svona alls konar ástæður fyrir því bara það val verður fyrir að hún ákveður að vera heima. Pabbi var að byggja upp fyrirtæki og vann mikið og þannig að það er bara bæði það auðvitað að svara því og vera til sko bara það er staðan í þeirra lífi og svo veikist mamma mín líka þegar ég er 10 ára þannig að hún bara er að kljást við það líka þegar ég er að vaxa úr grasi og það var bara ekki, þú veist, það var bara ekki vettvangur til þess að vera í mikilli vinnu samhliða því. En svo hefur hún fór alveg aftur út á vinnumarkaðinn, var að vinna á elliheimili lengi á Skjóli og svona, þannig að hún hefur alveg starfað líka. Komin á þann stað að það væri hægt að skilja þau eftir með sitt, akkurat. En ég spyr svona að þessu vegna þess að þú ert alltaf í kallaheimi, myndlistarheimurinn er svolítið kallaheimur. Þú nefndir það áðan að það væri konur fengi ekki yfirlits sýningar fyrir að vera án áttræðar. Það er nóg rými fyrir sko snillinga, unga snillinga sem eru kallar í þessum heimi. Það er svolítið tiggni. Já, mér finnst þetta hafa breyst hér á Íslandi verið að segja á síðustu 15 árum bara mjög mikið. Þú veist, en þetta er heimurinn sem ég er alin upp í, mentuð inn í, þú veist, ég bara
og þar að leiðandi heimur sem hefur áhrif á það í hvernig andsvari eða mótsvari ég við heiminn, eðlilega, á meðan að kannski, þú veist, krakkar eða ungt fólk sem fætt, þú veist, 15-20 árum eftir, þú veist, þau eru bara fætt inn í allt annan heim, þau eru bara fætt inn í, þú veist, allt öðruvísi dýnamík en ég, og þannig að já, en þetta svo sannarlega partur af því sem myndlistarheimurinn, karlaheimur, já. Það síðan alveg töluleg staðreynd bara að karlmenn, listamenn selja fyrir miklu hærri upphæðir en konur gera nokkuð tíma. En maður ætlar að hugsa eitthvað svona markaðsheim, sko. En svo þú veist, heimurinn þar sem að, þú veist, heimurinn svona sem bara svona einhverju hliðarheimur við myndlistina, þeir hafa líka bara breyst mjög mikið. Það ekki... Eins og hvað eru hliðarheimur? Þessi bara, þú veist, það sem að, þú veist, það svo margir myndlistamenn, 90% allra myndlistamanna ekkert að taka þátt í, sko, þessu markaðsheimi sem þú ert að tala þeir bara, þú veist, ekki þar og þannig að það svo myndlistarheimurinn svo stór, annar, þú veist, bara öll sjálfsbrottin, rými, þú veist. Þau eru alltaf að fara að ferja, við erum eitt hérna í glugganum, gluggagalleri, og það var meðal annars sett upp vegna þess að við upplifum það að svona listamannareiki rými væri eiginlega bara hverfa, það væri svo mikil samkeppni allt húsnæði, líka út á túrismannum, að það er bara hvergi að komast inn með neitt. Já, en þau hafa líka bara fæst, sko, þú veist, þau hafa bara fært sig út í útkvörfin. Ég meina það komið rými hérna niður í Laugarnes og þetta hér, þú veist, það ekki lengur... Það upp í Fellahverfi? Já, það Nílu var náttúrulega þar á tíma og svo núna... Já, annað þannig sem að, ég veit ekki hvort það sé ennþá opið. Já. Það svona einhver kaffistofa, ég sá hérna sýningu hans Ásmundars það kannski 2-3 ár síðan, það getur vel verið svo bólokaði. Ásmundar sem býr núna út í Oslo. Ásmund. Hérna, já, einmitt og það bara frábært og það þetta í mótsvari við það að, þú veist, bara miðbærin var tekin bara búið étan af túristaiðnaðinum og öllu sem því fylgir og ég meina veitingastæðir og alla lifa af, það bara og örfáar verslanir sem að geta lifað í þessu umhverfi, þessu leigumhverfi. Sem selja ekki lunda. Já, akkurat. Einmitt. Já, það hérna en karlaheimur sagði ég áðan, það líka þetta bæði að þeir hérna svo þessi markaðsvæddi myndlistarheimur þannig, en það líka svolítið með að hérna maður getur talað einhverja kalla myndlistamenn, þá eru þeir svona meistari hitt og þetta og þeir eru snillingar og svona, en þið eru það voða sjaldan. Og tala kynjun tungumálsins í þessu samhengi, eða? Nei, það svona hugmyndir fólks svona, því að myndlistamæðurinn svolítið, hérna, þetta svolítið svona persónu, ég veit ekki hvað, við getum kallast bara vald og afl, sem að svona í menningu okkar svona rausnalegra að gefa köllum svolítið, hérna, hampa þeim fyrir það, heldur en konum. Á hvaða vettvangi hefur það ekki verið staðreynd? Ég bara eins og ég nefndi þarna þessum að menn eru kallað svona meistari og svona. Nei, ég segi á hvaða vettvangi hefur þetta ekki verið staðreynd? Hvað meinar þetta sé bara út allt? Já, ég meina, ætlar að nefna mér einhvers konar svið, fagsvið innan samfélagsins þar sem að, jú, auðvitað bara kannski í umönnunarstörfum. Já, ég get hún er svo góð hjörtuð og svona. Ég heyri þetta aldrei sagt kallaðan, hann er svo góð hjörtuð og hann er svo hlýr. Stundum sagt svona afa, kannski getur þú sagt afa þinn að það var gott að skriða upp í fangjunum að þeim var svo hlýr. En svona kalla sem er í einhverju vafstrið út í samfélaginu, það ekkert verið að tala að hann sé þannig, hann sé góður. Þetta ekki kjarnin í því sem að sko karlmenn þurfa núna að takast á við sem bara... Og konur eigi að verða svolítið meiri snillingar? Jú, ég meina, þú veist, bara það náttúrulega, sko, konur eru bara að raða sér inn í stjórnunarstöður, inn í miklu fleiri, sko, háskólaplás, þú veist, að bara konur eru bara komnar, þú veist, svo þróun eru þetta bara einhver leiti í gangi að það verður ekki einhver stórkostleg afturför eða sko einhvers konar hérna kúun á því sem er margt sem betur til. Já, það er rétt, algjörlega. Það sé einmitt vegna þessara byltingar sem eru átt sér stað innan háskólana að þá er verið að berja niður háskólana í Bandaríkjunum undir svolítið karllægt vald.
akkurat er það sem er að það er náttúrulega það sem við erum að sjá þar. Það er einhver alveg mjög svona flókið samingi þar sem er að þú veist, stórar mannréttindabaráttur eru aldrei átakalausar, það er bara þannig og engin mannréttindi hafa orðið til nema bara með mjög langri baráttu, strangri baráttu og já, það þarf að auðvitað bara það er alveg sko maður sér það auðvitað bara ef við erum að fara að tala það sem er í gangi í Bandaríkjunum þú veist, það sem er verið að taka réttindi af konum og náttúrulega fólki á hinsegin fólki, það er mjög alvarlegt og það er bara, og mér finnst það alvarlegt og það er mjög flókið og það er bara ég veit ekki, þú veist, það er auðvitað ókveikjandi á einhvern nátt, já. Og er það íta konunum aftur inn á heimilið þegar við vorum svolítið að tala heimili og konur. En þú varst líka að tala hana snemma, þú varst að tala svona forfeður, formæður, sem við berum áfram. Já. Þessar tvær konur, mammaðinn og ammaðinn, að þær ganga svolítið inn í kvennahlutverk. Upplifður það að þær væru að fórna einhverju sem hefðu frekar að vilja að gera? Ég veit það ekki, sko. Ég veit það ekki. Ekki endilega. En ég ætla samt alveg að, þú veist, það er ekki auðvelt, sko, að og þá kannski miklu, þú veist, frekar hjá mömmu heldur en ömmu sem er kynslóðin, þú veist, það er ekkit heldur alveg auðvelt að taka, þú veist, að það sé ég bara veit það ekki, ég get ekki svarað því, en ég get alveg, þú veist, ímyndað mér að það hafi verið flókið á köflum og, þú veist, auðvita bara, þú veist, ég á 2 börn, hef verið í samböndum og sambandi og löngu hjónabandi með manni, þú veist, og það er bara fáránlega flókið að, þú veist, að balansera aksjónið, þú veist, að reka fjölskyldu. Nei, ég get alveg tekið undir það er bara flókið mál, sko. Þetta kynjastríð. Það er raunmúrlegt, það er svona, er á alls konar sviði, það er líka einkanlegt. Já. Og það er þar sem að ég held að sko, þú veist, við þurfum að, þú veist, konur eru á einhverju leyti búnar að vera, þú veist, ekki í tölulegu samhengi en þú veist, bara þær eru búin að vera í minnihluta svona ástandi, þú veist, undir einhvers konar, já, bara, þú veist, bara hafa ekki hlotið tækifæri eða haft sömu réttindi og karlmenn og þetta náttúrulega bara kristalliserast svo oft í hjónabandum og samböndum og það getur verið svo óheyrilega flókið að fara með þetta og ég held að þarna sem að sko bara er mjög kjörið tækifæri fyrir sko okkur öll sem samfélag en ekki síst fyrir karlmenn til þess að bara aðeins að rannsaka sko hvernig þú veist, bara staðalmyndir sitt identitet lítur út, þú veist, ég held að við séum að sjá líka útspil á ákveðnum ójöfniði vegna þess að konur hafa verið, það er búið til sko akademískar deildir utanum, þú veist, sögu og málefni og réttindabaráttu kvenna á meðan að bara, þú veist, að vinna. Við allt ítt. Já, akkurat. Þannig að þetta er eiginlega málefni sem er bara mjög brýnt, sko. Og það fer ekki að vera með kallafræði og getur bara farið í heimspeki eða guðfræði? Já, nema það er engin krítisk afstæða þar. Það er það sem vantar. Eða, þú veist, ég ætla ekki að segja það, guð mig góður, það er mjög krítisk afstæða, en þú veist, ég meina þegar bara, þú veist, það er náttúrulega þar sem að bara þarf að bæta í miklu frekar, held ég. Og fyrirgefðu, það er mjög krítisk afstæða þarna, ég ætla ekki að vera, þú veist, að blammera hérna einhverjar háskóladeildir, en bara það er samt þarna sem að ég held að við sjáum spilast út samfélagslega að við þurfum að vinna miklu meiri vinnu. Og
og þetta segir líka sem móðir tvekja drengja, sko, bara í meðvitund það, bara, þú veist, hver ábyrgð okkar í uppeldi á drengjum. Og upplifir þú það sem kona að við kallanir komum svolítið með þetta með okkur svona, þessa stöðu sem að ótamin hugmynd kallsins sína stöðu í samskiptum við konu og í samfélaginu sé raunverulega geti verið bara óásættanleg fyrir konuna og meiðandi. Ég held að hún sé bara mjög oft flóki, það sé bara oft sko spili ríkan þátt og kannski, þú veist, ekki ósættanleg, heldur felur í sér líka svona eilíft einhvers konar svona samtal sem að ætti í rauninni ekkert að þurfa að vera þarna. En hvernig þá? Er það svolítið svona einhver svona drottnun? Ég veit ekki, hefur átt hund? Ég á hund. Já. Þeir til að leggja svona... Hvert ætlar að fara með þetta? Þeir til að leggja svona loppu sem eiginlega svona ég yfir, ég ræð. Þetta er þannig svoleiðis, það sem að til þess að kallinni líði vel, að þá þarf hann að vera aðeins svona skurherri. Það er hans náttúrulegi sess. Ég veit ekki hvort að ég myndi eins og segja skurherri, ég held að þetta bara felist í... Ég er ekki að segja hann sé það. Nei, eða hvort að maður þurfa að segja það. Ég held að þetta sé bara... Það með hendina svona á öxlinni á þér. Nei, ég myndi ekki segja það. Þú veist, bara, við erum alveg á rosa flóknum, við erum að tala eitthvað svona hypotek. Það er svo gaman þetta, það getur að tala hvað sem er. Já, það er alveg rétt. Sko, ég held að þetta snúist sko að einhverju leyti líka bara það hvernig ekki bara, þú veist, í samböndum í lífi einstaklingsins heldur bara, þú veist, yfir höfuð einmitt hvernig, þú myndist á það fyrst og byrjar þetta bara, þú veist, karlmönnum hafa haft meira aðgengi, þeim hefur verið meira hampað og þú veist, og það í einhvers konar svona á fagfarvegi er alveg rétt og x en svo spilast það líka svo auðveldlega bara út í öll prívatsamskipti, þú veist, og bara þú veist, og bara til dæmis eitt mjög konkrétt dæmi er síðan bara launamunur kynjana þegar þú veist bara, þú ert í einhvers konar samneyti og bara, þú veist, annar aðili er bara automatist alltaf með hærri laun, það setur bara gríðarlega erfiða dýnamík í gang. Og þetta er út allt, sko, víða. Já, þetta er svona. Það er köllunum, ég má vitna í þetta sem ég var að segja áðan með snillingina, sko, köllunum stendur alltaf til boð að vera snillingur. Og fá svoleiðis kallningu. Sem að konunum stendur ekki alltaf til boða. Nei. Og þetta er í allri innfellni sem ég er að segja núna, ég er ekki að veit það. Ég ætla bara að svara þessu að ég er með svona motto í lífinu sem er sko að reyna alltaf þegar ég get að leggja fókus á það sem ég vil sjá frekar heldur en að vera að tala, þú veist, tala að því að mér finnst sko bara miklu mikilvægara að tala þú veist, sko konur eru bara, þú veist, það hvernig tungumáli kynjar til dæmis einhvers konar gildi, þú veist, út frá einhverjum stöðluðum og forneskjulegum hugmyndum sko styrk og mýkt og þú veist, allt þetta bara inn í eitthvað svona kynjasamhengi er náttúrulega bara sko svo mesta þvælan og bullið og við þurfum að, þú veist, hætta að tala svona einhvern veginn þurfum við bara að þú veist, konur eru bara, þú veist, með sterkasta líffæri mannskeppnunar, þú veist, við erum, þú veist, það er bara styrk, sko mýktin er mesti styrkurinn. Að kunna vera viðkvæmur og gangast við eigin, viðkvæmni er gríðarlegur styrkur. Og þetta er ekki, þú veist, kvenlegt versus karllegt, þú veist, þetta er bara
við þurfum einhvern veginn að endurraða. Þetta kvenlegt og karlegt en þetta í okkur báðum. Þetta ekki kvenlegt og karlegt, þetta akkurat það sem þarf að bara að taka út úr því tvíhyggju. Já, það rétt. Herðu, en hérna áður það að tala, svo við komum aftur á því, hérna að fara frá náttúrunni og verða kannski meira, sko, og ég man ekki hvort þú sagðir það eða hvort ég bara upplifði það væri tengt einhverju svona eins og reynslu eða það var alltaf að breytast og núna hérna sé eins og koma meiri löngun og þér að horfa bara meira á því svona sem einkanlega. Það segi ekki að alltaf að fara að syngja countrylag að hérna tala eigin reynslu en samt hljómaði eins og væri alltaf að fara að dvelja einhvers staðar þar nálægt. Já, sko ég að minnsta kosti að opna farveg fyrir það þannig að það orðið partur af vinnunum minni og það var svolítið stórt skref að gera það því að ég hef verið bara mjög markvisst að sko búið til farveg fyrir mér myndlist þar sem að ég hef raðað mér öðru sko sem part af heild en ekki að einhvern veginn taka sjónarhorn sko manneskjunar beint inn í verkin en já, ég var að opna þannig sýningu sem að byggir að einhverju leiti eða miklu leiti á því. Á hverju? Það sko ég sem sagt held að sé blanda af því að hafa tekið svona stórt prívat ferðalag síðustu 3 ár sem að ég bara búin að vera að vinna í og svo því hvernig ég horfi á heiminn og hvað mér finnst vera mikilvægt að leggja áherslu á og ég sem sagt skildi fyrir 3 ára síðan sem að var bara mjög stór og miklu stærri og meiri reynsla heldur en þú veist, mér hefði getað ferðalagi var bara miklu stærra en mér hefði getað grunað að það yrði og það bara krafði, þú veist, þannig ég er búin að vera í 3 ár í einhverju svona enduröðun og endurbyggingu og það átomatist líka setur fókusinn minn á hluti sem að hafði ekkit verið á endilega áður og það er náttúrulega líka bara, þú veist, svona partur af því að byggja sér hald þú veist, bara þegar maður bara fer í svona enduröðuna ferli og þarf að byggja sér nýtt hald og haldkerfi í lífinu. Þannig að það já, þetta einhver leiti líka bara, sko, það svona hið persónulega plan í þessu. En af hverju er svona mikið mál að skilja? Sko, bara, ég gæti nú sagt þér það í einföldu máli. Þetta það náttúrulega það sem einhvern veginn gerist yfir langan tíma í löngum samböndum að þú í mörgum skrefum umbreytir þér í eitthvað sem að þú veist, partur af þessari samþættingu og það að sko rjúfa það bara, þú veist, það krefst gríðarlegar ef að maður ætlar að reyna að taka lærdóm út úr því, þá krefst það þess að bara það rosalega mikið leit sem að, þú veist, bara, og náttúrulega bara alls konar svona, þú veist, við þurfum að læra að kynnast okkur sjálfum á alveg nýjan hátt, sko. Einhvern tímann minni mig að ég veit að orða þannig að maður heldur að sé meira að maður sé að skilja við fortíðina en maður umverulega miklu frekar að skilja við framtíð sem maður hafði byggt upp með annarri mannesku þar sem að hún var hluti af framtíðinni og það miklu flóknar að byggja upp nýja framtíð. Einmitt. Ég held að það bara... Þetta geti passað eitthvað. Já, algjörlega. Alveg bara. Það þessi svona rót, svona... einhver fyrirsjónleikir sem þú varst bara með á sjóndeildarhringnum. Allt átt að maður segja á því að hvað hérna svona hugmynd maður svona sirka fara að þanga eitthvað. Það umlega hvað það stórt. Já, algjörlega. Og þá þarfst þú að búa til nýtt svona. Já, akkurat. Já. En það ekki bara gaman? Jú, það bara, þú veist, það bara náttúrulega líka síðan mjög mikil gjöf af, þú veist, að því að það rosa, sko, getur verið gjöf að fara að, þú veist, fá tækifæri á þessum aldri, þú veist, eftir að hafa orðið að einhverju mannesku og fara svo á stað þar sem að bara ég að kynnast sjálfri mér á alveg nýjan hátt og akkurat. En þetta ekki líka sorglegt að skilja
af því að Jú. samböndum tengist ástinni og ástinni mikið svona, það er eitthvað svona lofórð í henni eitthvað. Svo heldur það ekki, einhvern veginn. Það er sorglegt. Stundum getur ástin verið sterkari tilfinning þegar hún er farin heldur en þegar hún kemur. Einmitt. Það er margt sárt sem að til er ástinni. Algjörlega, já, þetta eru náttúrulega bara, missir er mjög flókið fyrirbæri og það að sakna er mjög flókið fyrirbæri og ást er, jú, algjörlega, það er bara, þetta er bara rosalega stórt, sko, svona ferli og já, það er, en þú veist, það er einhvern veginn, þú veist, það er bara, þegar það er samt alveg ljóst að skilnaður er það sem bara þarf að gerast og á að gerast, þá líka vel maður sér, sko, verður þetta að fá bara tækifæri til þess að fá útrás fyrir allar, þú veist, sitja ekki og loka ekki á sorg eða á, þú veist, vonbrigði og eitthvað svoleiðis og hreinsa þau í gegn og bara leyfa því að streymi í gegnum sig. Það er bara mjög mikilvægt, það er rosalega mikilvægt. En svo er þetta bara ferðalag lífsins sem að, þú veist, það er þá bara áframhaldandi ný uppbygging sem hefst og það er ekkert óttast þótt þetta sé sárt. Þú veist, þetta er nú bara flókin spurning, sko, að því að nei, ég meina ótti er líka mjög eðlilegur partur af bara því að vera til, þú veist, og við þurfum öll að fara í gegnum ótta. Það er bara, við förum ekki í gegnum lífið á þess að fara í gegnum ótta. En það er, sko, það hvernig við veljum að vinna úr þessu sem skiptir öllu máli. Hvernig við veljum að vinna úr og hvert við ætlum þá bara að stefna og hvernig, þú veist, í hvað átt við ætlum að fara með okkur sjálf sem, eða bara eins og ég get bara talað auðvitað fyrir mig bara að þú veist, þetta er bara svona atburðir sem átt sér stað og svo bara hefst þú veist, fer maður bara í endurmótuna byggingu á nýju ferðalagi í rauninni sem að innifelur alla þessa erfiðleika en líka bara rosalega mikið af, þú veist, bara sko, sjálfsþekkingu sem ég held að bara hreinlega geti oft ekki orðið inn í sambandi, þú veist, það er bara svo mikið gjöf að fá bara að kynnast sér, einhverju svona kjarna í sér sem að var kannski í gegnum það að vera í þessu kompromíi sem að samband er, bara, þú veist, komið onni í einhverju skúffu sem gat ekki, var ekki aðgengiðar lengur. Já, við erum ekki til að opna einhverju skúffur sem að... Já, maður þarf að gera það, maður þarf að gera nota algjörlega, þú veist. En stundu finnst mér eins og sem er kannski skrítið að tölum of lítið ástina. Já. Lítum á hana, þú veist, hún er í einhverju hólfi svona. Já. Getur hlusta á hana eitthvað. Grátið yfir henni og svona þeir eru búin að draga fyrir klukkana. En við ættum kannski bara að vera miklu frjálsari að tala ástina sem svona fyrirbrigði í samfélaginu. Og það byrtist meðal annars í því að það er allir að skilja, en þegar þú skilur þá allt í einu, uppgötur allt í einu byrju, ég er ekkert sérstaklega undirbúin undir þetta. Það er ekkert, maður myndi halda að þetta væri eiginlega bara, maður fengi svona hald. Já, akkurat. Því að það er svo margir færi að kenna þetta lítur að vera mjög mótaður stígur, en það er samt eins og maður þurfa að labba hana sjálfur og leggja hann, sko. Alveg. Það er náttúrulega bara fáránlegt, sko. Og að það sé ekki hægt að, ég meina, það er enginn sem getur, þú veist, við erum heppin bara fólki kringum okkur sem að styður okkur og er með okkur í liði, en þetta er bara vinnan er þín, það getur, það er bara... Þú losnar aldrei við það að þú verður að lifa þín eigin lífi. Alveg, akkurat. Og enginn veit fyrir en að þú lent í því. Já, það er nú rétt. Það stundum heyrir maður ekki það sem verður að segja við mann. Maður getur ekki eins og skilja það. Nei, maður getur ekki skilja það. Byrjum að kemur okkur. Já. Og það er vandamáli milli staksins og hins almenna bara að hversu vanhæf við erum að læra af reynslu annara eða þú veist, það bara furðulegt. Mér langar að því að segja þetta núna. Já. Og við vitna í, að því ég ofta að vitna í samtöl sem átt sér stað við Rauðaborð, og því ég upplifði náttúrulega sé sama samtalið alltaf í gangi. Já, ég get trúa því. Sem kannski engin annar upplifir. En það var geðlæknir sem var að tala að
sambandi við að börn þyrftu svona leiðsögn það hvernig ætti að verða raunverulega að persónu og mannesku. Það var eitthvað að efast að við værum nógu góð í því og sömuleyti tengist það því að þú veist að segja sambandi við arf kynslóðana og við möttum kannski gæta einhverju slíku. En það var aukasetning sem hann sagði en við höfðum náttúrulega kannski skáldin áður og svo held það bara áfram. Og þá var það hugmyndin það að listin væri meðal annars þetta hlutverk. Að búa okkur undir svona einkanlega reynslu og kannski svona tilvistarlega stöðu í samfélaginu sem að við þurfum að hafa geta speglað okkur í og séð og annað slíkt. Þannig hann vísaði bara í það að eins og hafði listin þetta hlutverk og maður sagði, en sorglegt, hann sagði þetta í þátíð að listin hafi raunverulega ekki þetta hlutverk. Eða hefur það að einhver kemur inn á sýninguna þína og sér þessa vangaveltur hald, hverju ég held á og hvernig mér er haldið. Að kem ég þarna inn sem einkanleg stök sál og ert að tala við mig þína reynslu af heiminum og get ég lært af henni. Já, sko þarna, við erum náttúrulega eins og þú sagðir hér áðan þegar þú samsamaðir hugsun við orð. Við erum náttúrulega búin að sko kúltivera hér mjög ríka við sko orð og söguþræðir. Við erum náttúrulega bara stóri bogi manneskjunnar í sögu sem er orðanleg. Og kannski Íslendinga frekar en aðrir, það er stundu sagt okkur að við höfum meiri í sögu heldur en jú, alveg án efa. Við náttúrulega erum rosalega tengd þeirri arfleifð. Sko myndlistin er svona eins sértækara kannski, það eru bara ekkit allir sem tengja við myndlist sem einhvers konar hreyfiafl sem að, getur snerti á sama hátt og ljóð, en það er fullt af fólki sem hreyfist samt miklu meira af myndlist heldur en af sögum. Og þarna eru bara ólíkar skynkerfin víruð á ólíkan hátt, og ég bara, af því að þetta er mitt fag og það sem ég þekki, þá bara veit ég að ég gat ekkert, ég hafði mjög litla unun af sögum bara í mínum uppvexti og af, bara sögum annara en ef það var farið með mig út í náttúruna eða bara inn í smíðatíma eða það var bara minn heimur og þetta er bara ólíkir karakterar held ég hreinlega og ég held að sé nú nokkuð ljóst að þú ert orðsins maður þannig að það kannski kemur ekki á óvart að ég veit ekki bara þín prívat tengsl við myndlist er allt önnur heldur en bara annara og það eru samt mjög margir sem að tengja við bækur en ég meina svo sjónrænir miðlar eins og bara það sem við náttúrulega erum viðstöðlaust að neyta og börnin okkar að neyta, í einhverjum 20 sekúnda klippum, er eitthvað svona hýbrid af bara einhverjum mjög sjónrænu og mjög flóknum sjónrænum heimi á móti oft einhverjum bara upplýsingum í söguþræði sem að koma ekki myndefninu við, þannig að það er bara svona, við erum stanslaust að þróa líka sjónlæsi okkar og það hvernig við tökum inn, en við tengjum það kannski ekki endilega við myndlist, eins og þú ert að segja. Að myndlist sé partur af þeirri jöfnu. Jú, ég held að ef að eitthvað lappar inn í sýninguna þeina, þá er hann að meðtaka einhver skilaboð á sjónrænan hátt. Já, svo sannarlega. Og hann getur upplifað, þannig þarf ekki að túlka það yfir í tungumálið. Nei. Þó svo að við tungumálsins fólk höfum náttúrulega átt þennan heim og þið verið svolítið til hliðar. Var ekki Kandinsky sem sagði, ég vildi ég væri gáfaður eins og rithöfundur en ekki heimskur eins og málari sem er þetta að það var ykkur aðri sem áttu allt sem átt að vera gáulegt og snjallt og eitthvað svona. Já, við sjáum þetta bara á því hvernig við forgangsröðum menntun á Íslandi, hvernig forgangsröðum menntun bara í Vesturheimi, ég meina hér er ekki hér eru við með hvað marga 7 háskóla, það er einn listaháskóli en það er Við erum með 2 bændaháskóla. Já,
einmitt, sem nú eðlilegt. Þó að það sé kannski orðin einhver minnsta stjætt í rauninni á landinu. Ég held að það sé rétt að við sem 2 landbúnaðar. Já, ég held að sé rétt að vera. En sko, já, ég meina, þú veist, bara, ég verð að segja það fyrir mitt leyti að ég vona að, þú veist, bara áhorfandi gangi inn á sýninguna mína og hún er mjög rík í sko bæði myndmáli og blöndu af tvívíðu og þrívíðu og ég vinn, þú veist, þegar ég er að setja upp sýningar þá er ég gríðarlega meðvituð það að ég er að setja upp sýningu, ég er að raða hér upp sýningu sem að, þú veist, manneskjur munu, þú veist, ég konstrúera það hvernig þú ég býti tilboð það hvað þú getur upplifað þegar þú gengur gegn sýninguna. Þannig að, þú veist, ég er meðvitað að svona, vinna með allt rýmið og hún er mjög rík í efni og efniskennd, þú veist, þannig að þú fær tilfinningu fyrir bara mjög ólíku myndmáli og þú veist, vonandi, já, gengur að einhvers konar upplýsingum sem að vekja þig til umhugsunar eða þú veist, vekja þig til þess að spyrja spurninga hvað þú veist, hvað þýðir þessi hendi á þessu gólfi, hvað er þessi listamaður að gera, tengist þetta mér eða tengist þetta, þú veist, restin af sýningunni eða hvað snýst þetta, auðvitað. Er þetta hendin af þér sem er á sýningunni? Já, það var voru heimatökin í þeim efnum. Já. Herðu, en 2,5 árs þá lendur í því áfallið að eignast systkini. Sem er bara ein besta vinkona í dag. Já. Og þú átt skjól hjá ömmuðinni, þar sem er öryggi. Þú upplifir heiminn sem svona efni og ert að fikta í honum og finnur einhvern veginn til svona að sögur og tungumálið og það sem er heimur sem er svolítið fyrirferðarmikill, er ekki alveg þinn. Segjum að þú sért bara 7 ára. Hvernig sérðu heiminn þá? Þá sé ég heiminn bara, ég eignaðist bróður 7 ára og það var náttúrulega komin með þann gríðarlega þroska sem fylgir því að verða 7 ára gömul, þá svona bara tók ég hann að mér sem minn. Mér fannst hann bara vera svona á mína ábyrgð í lífinu. Þannig að það er svona það sem er á döfunni hjá mér þegar ég er 7 ára gömul. En ég sé, þú veist, ég held ég hafi bara, ég var ekki búin að hefja neitt einhvers konar svona, þarna er ég til dæmis bara í svona mínum frístundum er ég í leik og æfi íþróttir og svo er ég bara í handverki. Ég bara er að hekla og prjóna og smíða, draga rafmagn, þannig að það er alltaf eitthvað svona bara í mér að ganga í svoleiðis og hafa djúpan skilning á því og getu til þess líka að vinna með efnin í kringum mig, í heiminum í kringum mig. Varstu ekkert óþekkað? Ég var sko sem elsta barn með 2 yngri systkini var ég sko óþægilega ábyrg. Ég tók á mig bara og alveg upp að því marki að bara að axla ábyrgð á alls konar hlutum sem ég hef ekki átt að vera að gera og bara upplifa. Þannig að nei, ég fór í uppreisnina seinna sko. Ég var ekki óþekkt barn, ég var einstaklega hlýðin held ég. Þegar maður er 12 ára, þá er maður orðið svona, maður veit að maður verður fullorðinn og þá er svona heimurinn að því að þú ert búin að lýsa þér að þú ert bara eiginlega inn á heimilinu. Já. Það er enginn ytri heimur enn sem komið er. En 12 ára þá lifir maður náttúrulega í heiminum og svona áhrifavald foreldrana er orðið ansi takmarkað sko, að maður er fyrst og fremst mótaður bara jafnumdru sínum og því sem að maður sækir og svona. Akkurat. Hvað sástu fyrir þér að yrði úr þér þá? Þarna er ég að bara byrja farin að átta mig á því að svona skapandi farvegur yrði minn farvegur í lífinu og bara fann að rækta það sko, alveg og sá mig ég var bara mjög leitandi í því ljósi og forvitin og svona á þessum unglingsárum fer í
tek mér þá stöðu að finnast ég ekki hafa mikla þörf fyrir foreldra mína til dæmis og sem maður hefur náttúrulega ekki þegar maður er unglingur. Nei, en Kristín alltaf samt, þú veist, þegar maður á síðan öryggi og skjól í heimilinu þá er það náttúrulega bara það er það, sko, veggirnir í herbygginu skilur sem þú hvílir í og svo getur við bara látið öllum illum látum, sko. Það er bara svo guð, þú bara kallar á hann þú lendir í vandræðum. Já, akkurat. Þú er ekkert að gera það en þess að milli. Akkurat. Þannig mín úlísár voru þannig, það var svona þetta halti mér, sleppti mér bara, ég er fullkomlega sjálfstæð og get gert þetta sjálf, en þú veist, getur þú sendt smurt fyrir mig samlokur. Og varstu þá í uppreist gegn foreldrarnum? Já, ég gerði það. Og hvernig, hvað þeirra svona lífsafstöðu eða? Já, ég var, sko, ég var einhvern veginn í svo mikill meðvitund að ég vildi verða án þess að geta orðað það, þú veist að sko hver ég vildi verða og ég fekk gríðarlegan stuðning við það, en það var samt endurspeglaðist ekki í kannski bara, þú veist, lífinu sem foreldrar mínir lifðu, en þú veist, mamma bara, þú veist, ég var send á námskeið í myndlistskólanum og það var, þú veist, þegar ég mætti síðan bara með keramíkverkstað inn í Svefnubergi þegar ég 13 ára, þá bara leigði hún fyrir mig rými út í bæ svo ég geti bara farið og gert þetta þar, þú veist, og þannig að það þú veist, var rosalega mikið viðbragð við mér, en ætli á þessum tíma að mig hafi ekki, sko, ég var svo forvitin það möguleikana sem fólust í því að vera listamaður að ég hefði örugglega óskað þess að foreldrar mínir væru listamenn. Þú veist, að ég væri partur af listafjölskyldu og segi bara núna á þess að ég hugsaði að þetta hafi verið bara eitthvað svona þannig mótrú að finnast þau bara, þú veist, þau rýmuðu ekki við það sem mér fannst ég vera að verða, einhvern veginn. En voru auðvitað bara að styðja mig á alveg ótrúlega margan hátt og þannig að það og svo var sko mamma svona líka bara manneskja sem að tók hlutverki sínu og ábyrgð sem móðir mjög alvarlega, þannig að þú veist, hún kannski hélt mér aðeins fastar heldur en var þörf á og ég var bara, þetta var bara, þú veist, það var bara flókið, flókið á þessum aldri en náttúrulega bara merkjum öruggt umhverfi líka, sko, sé ég. Og áttaði mig á bara þegar ég eignast börn. En mæðrasambönd geta verið flókin. Já. Tvo drengi. Já. En mæðrasambönd eru flókin. Milli mæðgna geta verið það. Mér finnst það, sko, svona séð frá sjónarhóli okkar kallana, sko. Já, kannski. Það er ótrúlega margflókin einhvern veginn. Já. Og mikil svona hugmyndur ég finn ekki orðið, sko, en svona tilætlunarsemi á neikvæðni. Svona hugmyndur það hvernig mamma á að vera og hvernig dóttirinn á að vera. Það er svolítið. Já, sko, nú ég bara... Mamman er náttúrulega upprunalega yfir sjálf, það er það oft þannig. Já. Það er fólk óttast ekkert eftir mikið á móður sína. Það var ekki svona rannsókn á mældi svona svit í lóunum og svona viðbrögð fólks og sýndar alls konar myndir, öskrandi ljón og eitthvað svona til þess að hvað maður óttast. Mamman sló allt út, sko. Nei. Það sterkustu viðbrögð sem maður sýnir þegar að fara mynd af móður sinni. Hvað meinar? Þú verður að skýra þetta betur. Ég bara held að segja því að mamman er bara fyrsta yfirsjálfið og er bara stærsta viðmiðunin í lífinu. Þú meinar ekki að sló ekki út í ótta? Já, bara sló út í tengslum eða í einhverjum svona aktiviteti. Já, bara tilfinningalega viðbröðum. Og það er blanda ótta, af því að það er ekki bara, þetta er þess að viðbröð sem að þú ekki bara hitta eitthvað sem þið ekki væntum. Þú ert að hitta eitthvað sem að þú berði eitthvað svona ótta, gagvart, sem er svona eins og þessi yfirvald sem þú ert að hitta. Þetta heyrði ég nokkuð staðar. Já, ég held að sé náttúrulega bara partur hvers sko einstaklings að auðvita partur þess að vaks og grasi er að slíta sig lausan frá því og rífa sig frá því bara og verða sjálfstæð manneskja og það getur verið einstaklingurinn þarf einmitt bara svona að losa þessa þræði sem við eigum til foreldrahúsana til þess að geta orðið sjálfstæð og byggt sko bara upp svona nýtt. Já, eins mikið skjólu var í því að vera með foreldrahúsin með sér að það var að losa sig út. Já, algjörlega. Það duga mann ekki þegar maður get ekki verið sko að fertugsaldri með foreldrahúsið í Ísland. Nei, og þetta er náttúrulega verandi núna sko foreldri, þá veit ég bara að þú veist, þetta er ég skil, þetta er sko erfitt, þetta er alveg flókið, já.
en engu að síður, þú veist, það er líka svo mikil fegur fólkin í því, þú veist, að bara kunna að vera í, þú veist, einhvern veginn stilla sig af gagnvart þessu hlutverki og finna síðan börnin vaksa upp í það að geta, sko, axla ábyrgð á sig sjálf og jafnvel sína viðleitni til þess að sko, að standa vörð velferð foreldra sinna líka, og það er náttúrulega hringurinn. Svo þótt að maður viti hvernig maður á að bregðast við, þá gerir maður það, en maður gerir það líka ekki og allt saman, þannig að maður er flókin tilfinningarleg skepna. Já, það er náttúrulega bara mikilvægast að öllu sem foreldri að auðvitað að kunna, þú veist, að gæta velferðar þeirra og svo að kunna segja fyrirgefðu þau. Þarna voru ég að strengja. Þú ætlaði bara að verða ung myndlista kona og varst það? Já, ég ætlaði að verða, ég vissi reyndar ekkert að ég yrði myndlistakona. Ég var sko í tvær föðusystur sem eru báðar myndlistamenn og þær voru svona bara línan mín inn í að, þú veist, bara ég sá bara, já, þarna er líf, svona getur að lita út, þú veist, þetta er, og það hafði mjög svona ráðandi mikil úrslita áhrif á mig. Ég fór síðan í FB þar sem ég tók bæði myndlistarbrautina og, sko, veit ekki hvort það heiti fatahönnabraut, þannig ég var bara meiri hlutan af mínu menntaskóla námi var ég bara annarkvort í sko öllu fornámi og grunnnámi til þess að undirbúa mig fyrir myndlistarnám, og svo lærði ég svona undirstöðu atriði sem var það fatagerð og klæðskerða. Þannig að ég var ekkit alveg viss og svo bara, þú veist, en svo bara, já, en mér var það auðvitað, ég einhvern veginn varð myndlistin bara alveg ofan og þarna ég hefði alveg getað haldið áfram í sko einhverjar aðrar áttir, en svo hefur það komið inn öðruvísi, hef unnið fullt í leikhúsi við búningagerð og leikmyndagerð, þú veist, þannig að þetta er bara partur af mínu svona þekkingarsetti sem ég vinn með á alls konar hátt. Getur unnið sem myndlistakona en getur líka unnið með þetta hæfniðinn og getur með öðrum hætti. Já, en ég ákvað sem bara að fara í myndlistina og fer í Listaháskólann hér og klára BA í myndlist 2004 og það var bara fínn tími og svo tók bara við móðurhlutverki tók við hjá mig bara þegar ég er ungi 23 ára, þannig að það er svona þetta bara, já, lífið einhvern veginn bara svona æxlast, það eru svona stóri hlutir sem reka hvern annan á þessum tíma hjá mér. En það eru margir sem að læra listir og þetta er eins og miskunnlaus heimur og það er ekki pláss fyrir alla. Þetta er bara eins og ég veit ekki hvað það sé ennþá verið í menn sem æfa sig í bílskúrum í rokkinu, en það er pláss fyrir að fá á og það eru allir fótboltavellir fullir af ykkur sem að vilja komast og þannig að ykkur leit er það þannig. Já. Að, en í myndlistin er þetta kannski í fótboltanum að þá er það ykkur aðri sem dæmi hæfileikaðina, en í listunum er þetta svolítið að ég þarf eiginlega að ákveða sko hvort að ég hafi sjálfur erindi. Og það getur tengst bara fyrirbrigðum eins og bara kannski bara eins og sjálfstrausti. Og það getur brotnað þótt að erindið hafi ekki brotnað. Þannig að þetta er svolítið flókið að ég verið að bera það með mér. Og það er nóg höfnun í boði. Það er nóg að skilaboðum sem segja að þú átt nú ekkert sérstakt erindi í þetta, Anna mín. Það er nóg svona sem koma og líka þú getur haft það innra með þér og horta á eitthvað sem þú átt að gera og nærði ekki, og það getur verið flókið og löng leið að finna ein rödd sem er sjálfstæð. Já, alveg sko, já, þetta er nú svo margar spurningar hann að ég þessu hjá þér, já, ég meina þú veist, það var auðvitað bara einhver svona tilfinning fyrir því að ég ætti ekki erindi inn í myndlistina sem veldur því að ég ákveð bara að fara á læra heimspeki og listfræði og að mín En hvaðan kom það svo tilkynning að þú ættir ekki erindi? Það birtist tilkynning í blöðunum. Nei, já, það var bara hún kom úr því að það sem að eitthvað bland kannski bara af því að hafa ekki verið ekki alveg, ég var ekkit alveg búin að finna mig, hvernig listamaður ég vildi vera og
það sem að ég horfði á í kringum mig og sá að var, þú veist, það sem að var að verða ofan á, var eitthvað sem að var langt frá því sem ég hafði. Ofan á í heiminum? Já, það bara í listinni, þú veist, það sem að var á skilur, það sem að, mér fannst ég bara ekki ríma við eitthvað. Það er ekki tísku? Ég veit ekki hvort það heiti tíska, en þú veist, og ég veit ekki heldur það partur af því að þetta bara eitthvað svona, eins og segir, þú veist, að kunna að gera sig að erindi, að kunna að gera sitt erindi að myndlistamenn og listamenn þurfa einhver leyti að byggja sko farvegin fyrir sitt erindi. Róða sér inn. Ég veit ekki hvort það einu sinni virkar þannig, ég held bara með því að þetta er svo mikil þrautsegja að bara gera þitt erindi, vinna þitt erindi og svo kannski lendir það einhver tíman ofan á, kannski ekki. Prófessorinn minn úti í Kanada, Eleanor Bond, sagði við okkur nemendurna, öll góð list ratar upp á yfirborðið að lokum. Það er fallega sagt, en það endilega? Ég veit að þetta er það sem verður að segja, en er þetta endilega rétt? Sko... Heldur að sé ekki mikið að list sem að bara kemst aldrei út, sko? Jú. Ég held að það sé rosalega mikið af góðum möguleikum auðvitað sem að ná ekki að blómstra. Þetta er svona svipað að segja að þið góða vinnur á endanum. Já. En núna þess er ég ekkert svo viss það að það gerist. Nei, en það var á þessum tíma var þetta samt kannski bara mikilvægasta haldreipið sem ég átti þá. Og alveg meðvituð sko hætturnar sem eru fólknar í því líka, þá verðum við auðvitað byggja okkur haldreipi. Við verðum að, þú veist, ég hélt ekki áfram að vera myndlistarmaður á móti, þú veist, einhvern veginn bara 2 barna móðir og þú veist, engin úti, bara engin kona sem að kendi við akademíuna í listum hafði leyft sér það að verða móðir, skilur, þú veist, það bara, maður verður auðvitað bara og þar kemur inn í einhvers konar bara svona partur af kæruleysi, þrautsegju og já, einhvers konar bara svona þetta er eiginlega sko einhver svona fíbldirska líka einhver leyti. Ef þú hefði séð fyrir þér erfiðleikana þá hefur kannski ekki lagt af það. Ef að þessi prófessor hefði sagt það við þig. Já, ég meina það. Það er ekki hérna. Já. En er það þá svona, þú ætlar að leggja þarna yfir eyðimörkina og kannski deyrið á leiðinni, en ef þú kemst í gegn þá mun ég koma út með eitthvað sem að er þess virði. Þannig, já, en það sem er þess virði er ekki einhvers konar ytra álit. Nei, ég er að tala röddina þína eða eitthvað, að þú getur komið með eitthvað unique sem ekki hefði annars orðið til í heiminum, nema því að þú fórst þessa leið yfir markina og lifðir það af. Það verður auðvitað, þú veist, að við þegar maður einhvern veginn finnur það bara hér er minn farvegur, listin er minn farvegur. Þú veist, þetta er einhvers konar svona þú veist, ef þú svarar ekki því kalli, þá er mjög mikilvægt að reyna að finna held ég einhvers konar leiðir til þess að fá samt einhvers síður útrás fyrir það að vera skapandi einstaklingur. Og svo bara, þú veist, þegar að maður er búinn að vera í þessum farvegi í x langan tíma, þá er hann orðin bara, þú veist, svo stór partur af einhverju sjálfsvitund og sjálfsvissu, þú veist. Og svo heldur lífið áfram og þú breytist og það sem að þú varst búin að finna kannski henta þér ekki lengur og getur orðið þannig að þú þarft alltaf áfram að leita, þannig að þetta er linnulaust. Já. Það er mörg dæmi listamenn sem að finna eitthvað og svo bara staðna þér það og bara endurtaka það og svo er líka þrýstingur á utan og þeir getur ekki komið aðra svona sýningu með svona hendi fyrir okkur hérna í okkur hafa svoleiðis líka hérna í Hong Kong og svo ferðast þú heiminn og ert að leika önnu eins og hún var hérna fyrir fertugt. Það er líka bara ákveðin, það er ákveðin svona leikrit sem að maður auðvitað bara líka er bara alveg eðlilegt að taka þátt í svo lengi sem að það er ekki að hindra einhver aðra þróun. Þú veist, það verður að vera, þú veist, outlet fyrir nýja þróun líka. Það verður að vera leyfi fyrir nýja þróun líka. En, þú veist, það er fullkomlega eðlilegt líka bara, þú veist, að sko heiðra verkin sem að maður hefur gert með því að veita þeim líf. Já, veita þeim áframhaldandi líf. Og þetta er svo country-söngvari sko sem að hérna þeir læra það. Eftir tónleika. Þú verður að spila gömlu hittarana líka sko.
og finnast það eins og sérst að syngja við fyrsta skipti. Það samt bara, þú veist, við gerum ekki eitthvað þarna í þessu líka tengt ástinni, einhvern veginn, bara eitthvað svona afstaða sem að maður ræktar bara, að þú veist, ég elska myndlistina mína, þú veist, og það bara gríðarlega mikil heiður að geta sýnt henni virðingu og þú veist, og gert veg hennar sem mestan, og þegar að maður þú veist, í ástinni, þá verður maður líka bara að stilla sig á einhverju svona þjálfun, bara virðingu, við erum hér að viðhalda, einhverju. Og þroskast og breytast. Já, algjörlega. En það, já, hún getur vektast eða þess að bætt við sig og bætt við ykkur nýju. Já. Ef að heimurinn síkvikur, þá verður hún að gera það. Því ef að hugmyndir okkar ástina staðna, að þá brotnar hún í höndunum okkur. Ég bara hugmyndi, ef að það bara stöðnun náttúrulega hættan, sko, almennt allstaðar, bara af því að það ekkert, það verður alltaf að vera á einhvers konar hreyfingu. En þú leggur áherslu á þetta með þennan kvikaheimin? Já. Vegna þess að einhver leyti lifum við í heimi sem verið að halda því fram að heimur sé staður. Að við getum byggt ofan á og það sé einhvern veginn eðlilegt. En ef þú lifir í síkvikum heimi þá það ekki alveg þannig. Og það rosa flókið á svona stærra samfélagslegu plani að einhvern veginn rækta það. Það sé síkvikur. Já. Við getum aldrei orðið sammála eitt eða neitt, sko. En það samt eitthvað mikilvægt við það að, þú veist, og við erum náttúrulega líka partur, þú veist, það mikilvægt líka partur af því sko að leyfa endurskoðun á kerfum sem hafa verið stöðnuð lengi, þú veist, og bara það bara umbreytingin í rauninni sem mikilvæg. Herðu, þú veist í heimspeki og svona, og einhver leiti listið þín svona tilvistarleg, getur maður sagt, heimspekileg. En getur maður ekki líka bara sagt að maður svona andleg? Jú. Að þetta sé svona andleg leit. Og þetta með að einn kvika heim á móti einum fasta heimi og þú getur fundið þetta í guðfræðinni, sko. Já. Þú getur alveg haldið fram að ég vitnað tvisvar í Jesú og Jesú segir að heimur sé síkvikur. Já, mitt. Hann segir og hann tala líka þess að var ég að spyrja þig hvort þú hefði fundið þig eða búið þig til, að því að þetta með takk sæng þín og gakk og svona, þá þú getur yfirgefið sársaukann og þú hefur þetta val, þannig að sömuleitt þetta allt saman okkur svona andlegu sviði, sko, og staða mannsins í heiminum. Það til dæmis margir sem að kjósa hafa Guð í sínu lífi bara til þess að þurfa ekki að vera í miðjunni. Að því að Guð í miðjunni þá þarf ég ekki að vera þar, því að bara egóið mitt myndi drepa mig ef ég ætti að vera í miðjunni á mínum heimi. Það bara þannig, ég myndi brenna upp í egói. Þannig að einhver leiti getur maður sagt að listin væri svona á andlegu sviði. Hvað myndir þú móðgast ef ég myndi segja það? Nei, vá, alls ekki. Ég bara, það bara það að rækta andlegt líf mjög stór partur af mínu lífi og hefur alltaf verið, sko. Og byrjar auðvitað, það ferli sem byrjar bara með því að upplifa mig sem part af hinu náttúrulega heimi. Og smæð og tilgangsspurningar og bara tilvistilega spurningar frá unga aldri tilgang og lífið, sko, sem að ég hef síðan bara yfir langan tíma búið til einhvers konar mjög svona heimagerðan farveg fyrir mig til að rækta mitt andlega líf, sko. Ég tilheyri ekki neinu trúfélagi, ég sagði mig úr þjóðkirkjunni 16 ára gömul bara af innri þörf Ekki að því að prestarnir voru að gera eitthvað sem máttu ekki gera? Nei, bara að því að ég einhvern veginn upplifði það var bara hið sögulega samhengi bara sögulega samhengi sem að ég reis upp gegn og þurfti að rísa upp gegn þá og hef aldrei haft sko þörf fyrir að tilheyra, ég ekki það bara ekki partur af mín lífi, en miklu tengdari einhvern veginn
þú veist, bara 16 ára gömul var ég, þú veist, sem náttúrulega algjör brandari, þú veist, þá var ég ekkert að fara til sálfræðinga, ég fór bara svona til miðla og spákvenna og svoleiðis, mér varst það bara leifin. Ég held að 16 ára stelpur farið mjög mikið til spákvenna. Gerir þetta, akkurat. Þannig að það var, þú veist, það var bara svona minn farvegur og svo óks hann hefur það bara vaxið, sko, einhvers konar svona auðvita er það að vera, þú veist, fyrir mig að vera listamaður sem er bara einhvern veginn stanslaust að taka inn heiminn og finna, taka eftir hérna, sko, skoða mig, hvernig ég upplifi, þú veist, að bara andlegt lífi, bara partur af því, þú veist, að bara spyrja spurningar sem eru stærri en auðvitað, hérna, efnið. En mér, þú veist, það fallega finnst mér að, sko, ég upplifi mig sem part af einhverju stærra í gegnum efnið, í gegnum efnisheiminn. Í gegnum það að vera hér sem efnis líkami fæ ég að hafa spurningar það hvað það að vera andleg vera. Þú veist, og það ætlar ekki að skjótast þessu raketta upp úr holdinu og verða í hreinn andi? Nei, það bara, þú veist, hendar mér ekki að hugsa neitt með þeim hætti. Að hérna, það er þýskur heimspekingur sem heitir Andreas Weber sem sagði, hérna, bara samtíma heimspekingur, sagði, hérna, sko, efnið raðar sér í kringum andan en ekki andin heimsækir efnið og þetta bara, mér finnst ég einhvern veginn bara tengja við það, ég skil það. Hún sagði áðan eitthvað í þá verun að þú myndir frekar vilja horfa á það sem er mögulegt, frekar heldur en það sem er að. Já. Þetta hérna, ég vann eins og með manni sem sagði alltaf hérna, spurði fyrst að hvað við viljum, svo hvað við getum. Já. Sem er svona að þetta tókst þetta í hvernig við snúum í heiminum. Einmitt. Og sömuleitt er þetta alltaf andleg staða eins og ég spyr fólki hérna, alltaf sömu spurningarna hérna, meðal annars hérna, þegar þú komst í heiminn upplifir þig hérna, velkomna og elskaða. Sumir taka þetta eins og maður sé að spurja hvernig heimilið var, en raunverulega er þetta andleg spurning. Hvort þú upplifir þig að þetta sé heimur sem að þú tilheyrir. Já, einmitt. Hvort að þú eigir hennar heim. Já, akkurat, einmitt. Og upplifir þig hérna Mér finnst ég hafa, sko upplifir þig velkomna og elskaða. Já, en sko stærsta verkefnið í því hefur samt verið að sko læra að halda á því sjálf. Af því að það er ekkert ytra sem að veitir manni það. Þannig að það er í leiðin og það er kannski andlega leiðin að finna leiðina til þess að vera partur af og að upplifa sig að tilheyra sem getur verið bara mjög stórt verkefni af því að það er rosalega auðvelt að upplifa að maður tilheyri ekki, það er bara mjög auðvelt og ég held að, þú veist, að það sé bara það er sko það er bara hættu ástand manneskjunar, þú veist, að næra þá og lifa í því að upplifa að tilheyra ekki. Þannig að já, ég veit ég er fædd inn í rosalega mikið öryggi og inn í mikla ást en brúin mín sem manneskja hefur verið að bara að læra að treysta því og standa í því og veita mér það sjálf. Það er bara mitt ferðalag. Að sitta svona örugg í. Já. Og þú upplifir þannig í dag? Já, ég geri það. Þú ert í góðu haldi? Ég er í góðu haldi, já. Ég myndi segja það. Ég bara er veist ég bara, þú veist, vera einhvern veginn á stað þar sem ég bara sitt vel og er búin að fá náttúrulega bara gríðarlega stórt tækifæri til þess að sko setjast betur í mig á síðustu árum, já. En þú sagðir hald og það sem að hver og hvað heldur manni. En það var líka á hverju maður heldur. Já, akkurat. Og í því felst að maður tekur eitthvað sem er manni gott, en stundum tekur maður eitthvað sem er manni ekki gott. Já, eða við þurfum alltaf að vera endur með það bara, eitthvað sem var gott er ekki endur, við breytumst líka akkurat, og já, en svo getum maður líka breytt. Það er góð í því að taka það, að halda á því sem er gagnast þér. Ég held að það sé partur af lærdómnum sem að ég er bara að já, ég
fáum við ekki bara öll svona tímabil þar sem að, þú veist, við þurfum að taka út ólíkan lærdóm og draga, þú veist, alls konar spil í spilastokkin til þess að læra á honum, sko. Það er aldrei búið, sko. Nei, þetta er nefnilega ekki búið, þannig að ég tala bara úr þessu sæti hér og nú, það er 19. september 2025 og ég myndi segja það, ég væri allavega bara, og það er verkefni mitt, bara að gæta þess akkurat núna. Halda á því sem að mér finnst mikilvægt að halda á og passa vel upp á það. Anna Rún, takk fyrir að koma hingað og setja þetta rauðaborðið og leyfa okkur að kynna þér. Já, takk fyrir mig. Gaman að tala við. Takk sem við leys. Þetta eru lokin á helgispjallinu. Ég minni á að hérna framundan í dag er það sem við köllum úrvalvikuna, þar sem við endurflytjum viðtöl. Svo morgun verður ég þóðmálaþátturinn Synir Egils, hann byrjar klukkan 12:40 á morgun. En annars segi ég bara njótið helgarinnar og sjáumst fljótlega. Segðu það á Samstöðinni.